Já, það ein bara, já, ein víð og svo bara 2 singlar. Já. Viltu vatn? Nei, ég held sér alveg góður, sko. Takk. Nú koma á rakk. Já, þátturinn þá byrjaður, við bara bíðum eftir Sölva. Hann ætlaði að skjótast á pósthúsið. Það desember. Það 15. desember. Þú skýst ekkert bara á pósthúsið. Þannig ég ákvað að koma mig fyrir bara í hans sæti. Aðeins að, koma honum úr jafnvægi. Hann mæti seint. Hann fær ekki að sitja í sætinu sínu. Og hann skal fá að svara spurningum, maðurinn. Klippa í tóman ramma á stólum hans. Einmitt. Það rúlar. Það verður einmitt áhugavert að sjá hvort að hann fari fram á það að ég skipti sæti. Það engin lógík á bakvið það. Það væri þá bara eitthvað svona hann að vera fastur fyrir, sko. Þannig að ég ætla ekki að gera það, ég ætla að vera hér. Það var það. Já, ég meina, Ég seti hana í fyrir með einasta hætti. ég veit það, en þess þá heldur, sko. Þess þá heldur ætti hann að fara hinum einn. Brjóta munstrið. Já. Brjóta upp munstrið, sko. Nei, líka út að hann það að reyka þig upp, sko. Einmitt, það gengur ekki, sko. Komaði vel fyrir með bollaðinn. Já. Já, ég alveg slagur, sko. Ég bara með kaffi og alveg góður, sko. Takk samt. Já. Velkomin. Taka seinagang. Allt í góð. Já, þú ert búin að taka sæti mitt. Við erum bara byrjaðir að rúlla og... Þú að taka viðtal við mig. Já, ég náttúrulega settist bara í... Í mitt sæti. Já, bara í einhvern stól og áttaði mig svo eftir á að það væri þitt sæti innan gæsalappa. Ok. Svo hugsaði ég, af hverju ekki? Af hverju ekki? Ég hafa þetta þannig að... Ég hugsaði, kannski væri það hressandi fyrir Sölva að sitja í hinum stólum. Af því maður festist alltaf einhverjum munstrum, sko. Skiptum við stóla eftir smástund, en byrjað þú að taka viðtal við mig. Þetta eitthvað sem átt að gerast. Já, þú skaust á pósthúsið og náði þér í lunch. Já, skaust á pósthúsið og náði mér í lunch og var En þú vilt samt skipta stól eftir smástund. Já, segja... Hvað er það? Af hverju? Það síðan góð spurning. Ertu að leita í eitthvað comfort zone? Örugglega, en ég hef alltaf notað þá strákana sem afsökun, sko. Á ég ekki að vera í mínu stól? Það engar tæknilegar ástæður fyrir því, sko. Hvað segir þú? Sko, mér finnst það svolítið erfið ákveð. Við erum að vera eitthvað í 60 eitthvað þætti í þessum stóli. Já, þetta einhver vani, sko. Og fyrsta gatewayið þá tæknilega séð. Það breytir engu tæknilega séð. Ég er búin að athuga það eru 2 hljóðrásir. Það ekkert sérstakt EQ á þessum mic fyrir þig, sko. Það breytir ekki. Næsta gateway þá presentationin. Já, hversu miklu, þetta náttúrulega yfirleitt þetta bara, fólk að hlusta, en fólk horfir líka. Hversu miklu máli skiptir að þú sért hægra megin þegar ég að horfa? Það síðan góð spurning. Skiptir það einhverju? Eða það hressandi að breyta því? Alveg örugglega. Maður veit það ekki, sko. En það líka alveg sársökulegst að minni hálfu að skiptum sæti. Að skipta? Þetta geti líka bara verið eitthvað svona að jinxa það, sko, það vilja ekki jinxa það. Þú veist, það gengur vel. Já. Af hverju að taka einhverja sjensa? Ég alveg til að vera í þessu sæti, sko. Ok. Ég alveg til í það. Bara brjóta vanana. Hvernig var á pósthúsinu? Var ekki brjálað að gera það? Jú. Það eru komnar svolítið mikla raður út allt. Já. Já, ég fór Það er líka í lunsin, þess vegna var ég afsakaði það ég segi. Já, ég mætti alltaf snemma, sko. Ég ætla að ná í hérna. Já, nei, þú veist, hún 2 mínútur yfir hálf. Ég var komin korter yfir eða eitthvað. En þá verið að ræða þetta. Hann er búin að setja þetta með sæti. Ég fór alltaf bara ekki að fyndi þannig að hann mætti undan og hann byrjaði þáttinn. Ég er búin að taka smá Já, ég segi það sem við gerum er að við byrjum þáttinn svona, svo skiptum Já, ég skal ekkert, ef þú vilt skipta, þá bara segir til, sko. Já, gera eftir smá stund. Hvað ég spáði með 105 og vatn. Það er kaffi líka. Ég með kaffi. Viltu meira kaffi?
Ég var að fá með tvöfaldan, ég held ég að slaka á sko. Hvað er góður? Ég borðaði lönns heima. Það er lengur laus úr sókví. Já, ég kom heim 2009. Já, Fór í skimun og svo aftur skimun og það var mín 39. skimun. Í alvöru? Já. Ég sá einhverja frétt daginn, einhver gæi sem búin að fara í 13 skimanir, hvað Íslandsmet. Já, ég er búin að fara í það 39 sinum. Er það allt út að ferðalöfum með? Nei, þetta er að því ég var búin að vera í tökum á Írlandi í 5 mánuði. Fór út í júli og var að koma heim núna í lok nóvember og þar er sem sagt, testað 2 til 3 í viku. Bara á... Já, alltaf í ásetti og ef þú ert ekki að vinna þá kemur samt inn til þess að fá test. Segðu mér eitt, eru það samskonar test, ég er hans búin að velta fyrir mér. Já. Hérna neftestið, Já. er það líka úti það? Já, þetta eru mismunandi. Það sem við vorum að gera úti var sko fyrst byrjuður á hálsinum og tróðu svo sama pinna alveg hann lengst Þannig að það er gert líka úti. Ég held að það var eitthvað sér íslensk ting. Nei. Okay. En svo sumstaðar er gert sko bara henni rétt inn fyrir nefið. Já. En það er gert fyrir börn og svona. En nei, við fengum þetta alveg hérna aftur í sko. En maður vandist þessu eftir nokkur skipti, þá er þetta bara ekkert sko. Já, fólk kvartar svolítið undan þessu. Já, þetta er alveg pínu óþægilegt fyrst. En svo lærirðu sko að önnur nösin er betri en hinn. Það er svona greiðari leið. Og ég komst að því að hægri nösin hjá mér er betri. Ok. Og já, þegar þú ert komin upp í 20 eitthvað skipti, þá bara fer þetta inn og út og ef þú ert snúa 5 sinnum og aftur út og þetta er ekkert mál, sko. Bara venst þessu eins og öllu öðru. Og alltaf búin að vera negatífur. Já, það komu upp smit í framleiðslinni hjá okkur, 3 var. En af því að í vinnunni er allir með grímur, og allir sem eru í krúin eru með 2-faldar grímur og make-up artistarnir eru með svundur og þá var alltaf hægt að einangra. Eitt vasklas fyrir hann líka? Já, jú, ég gæti að það. Já, þannig að var alltaf hægt að einangra, þannig að það þurfti 3 að sko senda einhver í sótkví, fá nýtt lið inn og breyta eins tökuplani og svona, en við okkur tókst enga síður að Já, reyndar tókst okkur ekki alveg að klára. Hugmyndin var að klára. Þetta er þáttaserja, 8 þættir. Við ætlum að klára 8 þætti. En við kláruðum bara 6 og byrjum aftur í mars á næsta ári. Og ég er að vonast til þess að vera bólusettur þá. Já, en svo reynda var ég að hlusta á fréttirnar hérna á leiðinni og það var eitthvað aðeins minni skammtur sem við fáum. Færri skammtar og fáum 10.000. Svo fáum við eitthvað í janúar og februar meðan við hádegisfréttinnar í dag þá sem sagt í lok februar ættum við að vera búin að bólusetja 14.000 manns. Ég er ekkert viss að ég sé endilega þar sko. Sem er pínu sko, samkvæmt WHO, World Health Organization, þá þeir settu fram svona 3 þrepa priority lista og í priority 3 voru eitthvað sem kallast essential travelers sem er bara fólk sem er ekki að ferðast upp á fönnið eins og þú einhverju rugli þetta er fólk sem þarf að gera þetta vegna vinnu Sölvi og bara er að fara á milli landa vegna vinnu sem ég er að gera það var sett í priority 3 en á þessum 10 punkta lista frá Íslenska ríkinu það er ekki minnst á fólk sem ferðast vegna vinnu þannig ég er að vona að ég komist að bara sem fyrst og við ætlum að byrja aftur í mars og ég get ekki farið aftur í þessa 14 daga einangrun þegar maður lendir á Írlandi sko. Þannig að það er ennþá þannig á Írlandi Já, það er þannig og líka þegar við fórum aðeins above and beyond sko, þetta var í júli og það var 14 daga einangrun var skyldan samkvæmt lögum en þú mátt fara í göngutúra og svona nema þeir báðu okkur sko, Netflix er að fara með þetta þeir báðu okkur að vera ekki fara út við fengum hótelsvítu á mann bara rosa fínu hóteli í Dublin og það var manneskja sem við gátum hringt í sem var að vinna fyrir próduksjónuna við gátum bara hvena sem beðum eitthvað bara með langar í ís eða eitthvað og þá bara við náum í allt fyrir ykkur ekki fara út, þannig að þetta var alveg einangrun í 14 daga Hvernig er það? Það er rosalega spes ég var með lista af hlutum sem ég ætlaði að gera ég tók með mig einhver 3 skópur sem er eiginlega allir mínir skór ólíkt þínum eins og framöfu komið Ég held að sé ekki
Sko, við erum byrjaði bara. Já. Ég held að sé ekki tilvíðun að þú hafi sest í sæti mitt. Þú strax byrjaði að aðbætt í við erum ferðalögunum mínum og skópurunum og... Já, þetta er svona hlutinni sem fólk þekkir þið fyrir og þetta hefur svo sem verið rætt í þættinum sko, þú safnar þessum skópurum og allt er góð með það er hægt að safna mörgu öðru sem er mun óheilbreiðara þannig að fyrst ég ætlaði að pússa alla skóna mína og lesa eitthvað og svona saum eitthvað, staga í einhverja flíkur og þetta var bara búið fyrsta daginn Einmitt, ég verið að pæli ef ég færi í svona einangrun enda maður ekki á að vera bara eitthvað að skrolla síma sinn og vera bara í ykkur rugli Já, en sko það kannski þreytt líka bara ég vissi líka að veri hættulegt að fara í einhver óreglu þessa 14 daga þá var ég rosalega harður við sjálfa mig að ég vaknaði bara alltaf klukkan 7 ég lenti alveg í því að vera eitthvað í tölvinni fram til 2 eða eitthvað nóttina, ég vaknaði samt 7 ég vissi, ég er ekki að fara að gera neitt þannig ég veit bara annað kvöld þá verði ég bara þreyttari og næja svo ég vildi ekki fara í eitthvað rugl með svefnin þannig að svefnin hélst alveg þokkalegur ég bara sopnaði yfirleitt 11, 12, vaknaði 7 ákvað að taka alltaf ræktar rútínu klukkan 5 á daginn þannig að ég gerði það svona milli 4 og 6 ég horfði á eina bíómynd á mótnana, eina bíómynd á kvöldin og þú getur ekkert gert, þú ferð ekki neitt þannig ég var með svona dagana svona skipta niður og las ég var með Gerplu eftir Laxness sem er náttúrulega rosalegur doðrantur las hana það fyllti alveg upp í marga klukkutíma En ef maður er svona agaður þú veist, sem er svona fast róar þetta mann þá ekki þar að segja, þú veist, maður er í svona við erum flest öll í svona miklum hraða frá degi til dags Jú, og ég meina 14 dagar af svona bara einhverju svona ég er bara í þessu herbyggi og ég er bara að gera ABC varst ekki svolítið rólar þegar þú komst út? Jú, algjörlega og líka það sem gerist líka ég er náttúrulega bara leitaði hlaðvörp og þú varst byrjaði með þitt og ég hlustaði á þig alveg bara marga klukkutíma á dag maður var bara að leita maður var að bíða eftir nýjasta þættinum sko, bara eitthvað þannig ég hlustaði á þig, hlustaði á skoðanabræður sem er þeir eru skemmtilegir virkilega gaman, þú fórst til þeirra sko, og Joe Rogan og bara alls konar podcast sem ég hlustaði á og labbaði oft bara í hótelsvítunni svona í ringi bara til þess að labba og eftir nokkra daga þá var maður svona maður fór að hugsa alls konar hluti og það var rosa góð æfing bara í núvitund og undir lokin og þá var maður bara að fara að líða vel sko og langaði ekkert sérstaklega að fara sko bara eins og ég hef sagt aður, þetta bara eins og Stockholms helginni sko og kvöldið þá, ég held ég yrði sko bara myndi hlaupa út daginn sem ég mátti það en ég bara, eiginlega var svolítið hryggur að fara sko Mér finnst það ekki skrítið með það sem ég hef heyrt sko, og ég svona eiginlega sakna, ég man svo vel eftir þessu herbyggi ég var að, endurraða húsgögnunum og breytt öllu svona eftir mínu höfði að því maður hefur endalausan tíma ég er vanur að sjá 3 börn heima og með konu og þetta var rosalega skrítið og setur smá perspektíf á fangelsisvist mögulega að vera svona fastur á einhverju stað þó ég vil nú alls ekki bera mína reynslu saman við það að vera í fangelsi í marga mánuði en þú veist að vera nauðugur á einhverju stað og megi ekki fara það er svona, er pínu spes að fá innsýn í þá tilveru en það held ég að sé örugglega þannig einmitt án þess að maður vilji vera að bera þetta saman að þeir sem ná að búa sér til aga og höndla vel kannski byrjunin á fangelsisvistinni þá er alveg til í dæmina að menn séu bara farnir að kannski rangt að segja njóta þess en þú veist bara menn eru bara orðnir nokkuð sáttir sko að því þeir hafa náða að komast inn í bara að sætta sig við, hér er ég ekki að fara neitt rútína og regla held ég, það er það sem að börn þrífast best í veri rútínu og regla, ég held að við séum all þannig líka í lífinu sko og það er eins og mér finnst best að vera í nú ferðist ég mikið vegna vinnu við verið að gera í 6 ár það er alltaf svona spes að koma alltaf þegar ég fer á nýjan stað þá er ég komin í nýtt land, ég bý á nýjum staðir og nýjum vinnustað og ég reyni alltaf að koma mér upp einhverju rútínu mér er alltaf farið að líða vel eftir svona 2 vikur það er svona tíminn eiginlega sem það tekur að setla í rútínuna og þetta gerist líka þegar ég kem heim þá er líka mikið högg það er rosa mikið högg að vera fjölskyldufæðar á 5 manna heimili versus það að búa einn einhver staðar og fyrst var ég svolítið hræddur við þetta þegar ég kom heim og ég hugsaði, ég er búin að vera í burtu
þetta er nú aldrei langur tími kannski, en kannski alveg 3 vikur, það er alveg mikið að vera burti frá börnunum í 3 vikur og oft, og ég kom heim og glaður að sjá þau og svona, en var líka svona að pirra mig á býttu voðalega mikið að drasli hér og allt í einu þarf ég að vera að þrífa eldhúsi 3 og var að pirra mig á svona hlutum að því ég var ekki vanur því svo viku seinna er ég bara komin inn í þá rútín og þá er það ekkert mál og núna veit ég af þessu, nú veit ég að það er högg og þá hérna er hvað gerir til þú þú ert að lenda, segjum að lenda á nýjum stað og þú ert að fara í eitthvað verkefni hvað er það sem þú gerir til að koma þér í rútun ertu þá að tala að þú reynir að útbúa rýmið þitt eins og það sé heimili já, ég er aldrei með mikið að dóti með mér en svona, já, ég kem öllu fyrir strax fötin mín fara að hinga, ég reyni að hafa ekki þannig að búa úr einhverju ferðatösku þannig kem öllu fyrir fer út í búð og hérna kaupi mér hérna, þú veist, krydd og eitthvað svona þannig ég geti eldað reyna að elda mína máltíðir sjálfur og svona þannig hluti, já, reyna að gera þetta heimili og hef allt svona snirtilegt í kringum mig og ég hef aðeins á þessum tilgangslösu ferðarlegum mínum svona eftir því sem hefur vorið fleiri þá hef ég aðeins verið að sækja meir í þetta í staðin fyrir að fara okkur hótel og sækja í íbúð og ég vil svona einmitt koma öll onni í réttar skúffu þegar ég lendi. En ertu ekki bara, hverju ert að leita að Sölvi? Hverju er ég að leita að? Vegna þess að ég skil þetta ekki, vegna þess að mér finnst ekki gaman að ferðast. Nei. Ég ferðast af því ég verð að gera út af vinnunni en þess utan þá langar mig ekki að fara neitt. Ég vil bara vera heima hjá mér. En heldur þú myndir ekki að hafa gaman að því ef þú myndir ekki vera að ferðast í vinnunni? Það er að segja nei, af því ég þekki það alveg líka ég byrjaði að vinna í útlöndum fyrir 6 árum síðan langaði þið ekkert að ferðast áður en nei, þú varst bara alls ekki vildur þú bara alltaf vera heima? Já, kona mín dró mig til London fyrsta skiptið ég var 27 ára jú, svo er alveg gaman í þessum ferðum en ég get alveg lifa á mér sko. Ég sækist ekki í það ég myndi segja mér hefur fundist allt einhvern veginn hvar sem ég er í heiminum ég er búin að vera í Suður Afríku Suður hérna, Ameríku ég reyndar ekki búin að vera í Asíu búin að vera í fullt af löndum í Evrópu þetta er allt sama rugli Sölvi allt sama rugli og þetta er hérna ég sæki rosalega í sól ég bara verð, mér líður betur líkamlega og andlega það er svona veðurdót bara það að þú veist, ég til dæmis segja núna út af COVID að þá er ég fyrsta skipti í langan tíma er ég að klára eða svona fara í gegnum vetur og Íslanda án þess að fara inn að sól og ég finn það bara já, einmitt, þetta er náttúrulega issue, það er fólk sem að dílar við það skamdegis mér finnst þetta æðislegt þessi tími sko mér finnst myrkrið svo huggulegt mér finnst svo gaman að kveikja á lömpum og svona þannig lýsingin er svolítið svona stemmingsleg kerti og svona þannig að það hrjáir mig ekki sko en auðvitað ef það er eitthvað vandamál og þú sækist í sólina þá það er eitt og síðan hitt er þessi til svona einhvern veginn að það er minnst þess að kviknar á heilanum á mér sérstaklega ef ég fer dálítið langt í burtu svona nýtt fólk, ný menning eitthvað, þá svona er allt nýtt og þá svona eins og ég fæ hugmyndir og síðan er það, sko, ég fæ alltaf annað ferðalag í verðlaun þegar ég kem tilbaka því þá sé ég allt í nýju ljósi en að heima sko. þá fæ ég nýjar hugmyndir eins og alltaf ég fór út í júní og þá podcasthættandi mínir urðu betri eftir að ég var búin að fara út af því þá sá ég það úr fjarlægur ég hlustaði svolítið á mín eigin þætti og sá hvað ég gæti gert betur og það er svona þetta líka þetta er sennilega gott fyrir mann sem er að gera það sem þú ert að gera en síðan erum við líka bara misjöfn ég meina, svo finnst þetta bara kannski ekkert gaman en perspektív svona utan að koma til fjarlæg er alltaf góð sérstaklega eins og bara í pólitíkinu og svona sem maður er að fylgjast með heima svo kannski fer maður í eitthvað annað land og er þar on and off í 3 mánuði þó maður kikki heim svona reglulega þá svona fær maður eitthvað svona perspektív á þetta og hættir að láta hlutin að pirra sig Eitt perspektíf er líka með þetta maður sér sko að útlönd er oft öðruvís en maður er bara búin að lesa útlönd þú segir Suður Afríka það er svona eitt land sem maður heyrir bara, það er bara Cape Town hættilegast að borga heimi og það er ekki Jóhannesarborg Cape Town samt eitthvað líka en aðra Jóhannesarborg svo svona þekkjum að fólk sem er fetir Suður Afríku þá er þetta kannski ekki alveg svona ræðilegt sko. Nei, það er bara, ég var þarna ég var þarna í 9 vikur ég var þarna 2 ég fekk 2 verkefni í Cape Town, bara back to back fyrst sjónvarpseríu og svo bíómynd og það var sama lokal framleiðslu fyrirtæki sem að sáum þetta var algjörlega ótengt þessi verkefni þannig ég fór 2 á einu ári hérna til Cape Town
og þetta var bara þetta maður upplifir sér fullkomlega örugan sko. En svo auðvitað sko maður ekkert að fara á ákveðna staði, maður veit hvar maður á að vera og svona. En var ekki að þú segir sama rugli allstæðir minn, er ekki hérna babúnar bara labbandi Jú, við sáum reyndar, fjölskyldan kom og var með mér í 3 vikur og við sáum mitt hérna, ég var að keyra hérna, vorum að keyra til þess að fara í einhver svona safari og svona, þar mitt bara einhverjir apar og annað bara á svona vegriðunum við vegina og þetta rosa skrítið sko. Var ekki líka meira þetta, ekki gaman fyrir börnin að fá að sjá nýja hluti? Jú, þau hafa gott af þessu. Sérðu, ég að byrja að selja þetta sé ekki svona slæmt. Jú, þetta alveg fínt, ég hef ekki neikvæða reynslu af þessu en ég finn svo sem eitthvað, mér líður rosa vel heima, mér langar helst að vera heima en svo auðvitað, þú veist, ég man í Cape Town, þá keyrðum við, það var svona hálftíma bíltúr frá hérna staðnum þar sem við gistum á og að stúdíónu og þá keyrðum við fram hjá öllum þessum hérna híbílum þarna, öllum bárjáttskofunum sko, þar sem fátækafólki býr þetta sem maður sér í District 9 og öllu þetta, og ég fór ekki þangað en ég sá þetta og þar líka skilti þar sem stendur bara alls ekki stoppa bílinn og það getur bara verið mjög hættulegt og eitt skipti á leiðinni heim úr stúdíónu þá var rosa traffík og umferðin nánast stoppaði mann fannst að pína óþægilegt, svo sá maður bara bál þá hafði fólkið dregið einhver dekk út á götu og kveikt bál til að reyna að stoppa og til að ræna og þá var maður pínurættur en löggan var mætt og var að beina umferðinni framhjá bálinu og þannig að við stoppuðum ekki en keyrðum framhjá, við vorum svona 3 metra frá sko risa brennu og erum að keyra rosalega hægt og allir sem að fara að áramótabrennu vita hvað eldur hitar frá sér það var svo heitt inn í bílnum þessar 20 sekundur, þetta var eins og bara farin í opn og maður alveg sko langaði að rífa af sér húðina, það var svo heitt sko að keyra framhjá, en samt einhvern veginn þó maður lendi einhverju svona þá er þetta algjör undantekning, annars bara var lífið vennulegt og allt í góðu og auðvitað mikið af sól eins og þú kannt að meta. Ég kann að meta hana. Já. Svo getur verið of mikil sól. Ég var í Marokkó líka, þar sem var komið 37 stiga hiti og bara viðbjóð. Hvenær varst í Marokkó? Á hvað árstíma? Veitu, hvenær var það? Við byrjuðum í september og þetta var on and off þangað til í mars. Já. Það er vetur hjá þeim. Já, menn þeir eru bara við miðbaug hana. Já, þannig að þetta var ekki eins og þeir fara vel yfir 40 sko. Já, en ég nefnilega sammála, ég hef komið til Marokkó í ágúst og það var of mikið sko. Já. Of heitt og bara því að líka svona kannski svolítið frumstæðar að þú veist, flesta búðirnar sem maður fór í ekki með einu svona neina loftkælingu þannig að þú veist bara öll súkkulaðist ekki voru bara bráðin inn í umbúðunum og eitthvað svona rugl sko. Keyptirðu þér einhverja svona mottur? Hérna svona Marokkó-mottur, já. Já. Er það? Ég keypti eina. En ég hugsaði mitt, hvað það væri gaman að, ef maður væri ekki restriktaður af, því að vera með bara ákveðið magna farangri, hvað það væri gaman að kaupa mikið af varningi hana, sko. Já. Mikið af flottu dóti, sko. Ég klikkaði á þessu, það var einhver sem sagði við mig, bara, sendi mér skilabóð, bara, ég séð úr til Marokkó, kaupti mottu, bara í alvörinni. Og ég var, já, og svo núna ég nefnilega að leita mér að motti mörgum ára seinna við vorum að flytja í fyrra og svona, erum með auða veggi og gólf og við erum að reyna að fylla upp í þannig að nú vantar með marakóska mottu en áenga það kemur já, þetta er ekki alvarlegast en hvað með þetta sem við byrjuðum á bara að þú settist í mitt sæti með aðeins að ræða bara þetta sem er svona, þetta með komfortzónu okkar og svona einhvern veginn vanana ég fór alltaf að hugsa það nú er ég bara í sæti sem ég aldrei seti í áður Einmitt, er þetta mikið öðruvísi? Nei nema mér einhvern veginn leið fyrst eins og þú ættir að taka viðtal mig aðeins svo getur við eftir á flippa þessu þannig að þetta líti eins út sko í tölvunni bara. En akkur eru tæknistrákandi þá svona að vesinast með þetta eins og þetta sé eitthvað mál fólk sér þetta, ég kem inn og sest hérna og þeir strax býtu er þetta í lagi en ef maður hugsa það þá þetta breytir engu tæknilega séð en það er bara þetta, rútínan þú ert alltaf hérna og það er svo óþægilegt að breytum rútínu rosa eða það, veit það ekki það er stuðandi á einhvern nátt það ræfa sig á því ég teki eftir eins og til dæmis að því þú ert nú leikari að þegar maður fyrir bíó að þá sæki ég í
Ég einn aðeins sem sækja ekki að vera alveg í miðjum salnum. Nei, ekki heldur. Svona einhvern veginn að vera með fólk á baku mig og hliðar og eitthvað. Já. Mér er svolítið þægilegt að vera aftast, sko. Já, einmitt. Og ég var alltaf aftast á skólabekk, sko, þegar ég var í skóla. Sko. Já. Það er eitthvað með öryggið á baku mig, eitthvað, örugglega. Já, Örugglega eitthvað ég pæla ekki í því sem mér finnst gott að vera fyrir miðju, en alls ekki í miðjunni heldur til hliðar. Einmitt. Og það snýst að vera ekki innilokaður. Einmitt. Ef ég vil helst þetta alveg á endanum, Útgönguleið. að ef ég fer, þá káar það ekki bara neitt annan. Einmitt. En svo sjaldnast fer ég, en mér líður bara betur. Alveg svo í flugvélum, ég vil sitja við ganginn. Af því ef ég þarf að standa upp, þá þarf ég ekki að involvera neitt annan í það, sko. Ég líka. Fyrst var alltaf óa spennandi að sitja á glugga. Já, til að sjá út. Lítil sjá út, sko. En svo ég er gangamaður, svona, alveg absolutt. Já. Það getur heyft mig Einmitt. í fúrsætinu. Ertu barnlaus? Já. Já, þú átt ekki börn. Hvernig líður þér þú ferðast mikið? Þegar fólk er með börn í flugvélum, hvað, óttastu það? Óttast því að nei. Ég meina að við sitja nálægt þeim og fyrir ekki tauga það, nei, það er sumir sem eru þannig, sko. Alls ekki, sko. En eftir ég eignaðist börn, Já. þá gæti mér ekki verið meiri sama það fólk, Já, sko. bara alveg sammála. Það getur bara átt sig. Ég er að díla við það að þurfa að fljúga með þessi börn. Já. Nei, alls ekki. Ég bara stundum, þegar ég hef einstöku sem tekið löng flug, kannski 9-10 tíma flug, þar sem ég sé mannesku sem er eina með kannski 2 börn og annað barnið er kannski bara rosa ungt og er grátandi meira um enn allan tíman. Þá, svona, ef ég ætla að fara í eitthvað pirring, þá fer ég svissaði strax yfir bara, geti ég eitthvað gert þess að hjálpa þessari manneski, bara auðmikið hún, já, sko. Ég er þakkláttur fyrir að vera ekki hún, sko. Þetta er erfitt flug. Maður. Maður reynir að vera það, sko. Konan mín nefnilega, þegar ég var í einmitt Suður Afríku, það er sem betur fer erum við á sama tímabelti. Það er alveg beint niður. Beint flug, já. En ég fór út og ég var í 9 vikur, en hún kom til mín þegar 3 vikur voru liðnar og var í 3 vikur með 3 börn. Og þau voru þá, 10-11 ára, 8 ára og þú veist, 2-3 ára, cirka. Og hún þarf að fljúga fyrst til London morguninn, vakna eldsnemma, bíða þar í einhverja klukkutíma og fljúga svo í 12 klukkutíma til Cape Town. Með 3 börn. Og hún lendir í því að elsta dóttirinn borðan einhver djöfulinn á Heathrow fær í magan og er ælandi alla leiðina til Cape Town. Og hún er líka einhvern veginn með þetta litla barn sem þarf að ég held hún hafi ennþá verið með bleið á þessum tíma og vill ekki að mamma sín fari frá sér þegar það þarf að huga inn í eldstu þegar hún er að æla og hún svaf ekki dúr. Og ég beið svo morguninn, 7 morguninn á flugvellinum þegar þau komu og ég sá þau svona úr fjarlægt bara það er allir kátir bara og svo þegar hún nálgaðist sá ég augun á konunum minni voru bara þau titruðu sko. Hún hefur verið vel böguð. Hún bara taktuðu og við fórum bara strax heim og hún fór að leggja sig og ég fór eitthvað út með þeim Voru þau eitthvað með þeim núna í Írlandi? Já, þetta var að því þurfti að vera þarna í 5 mánuði. En sluppu þau þá við fóru þau til Írlands áður en það var komið 14. Nei, það var 14. sóttkví allan tíman, en sko málið er að sko upphaflega fæ ég þetta starf í febrúar og við ætlum að byrja tökur í mars og þá er þetta þannig að það er beint flug á milli og ég sá fyrir mér að á þessu 5 mánaða tímabili gæti ég verið að fljúga sko nánast vikulega og ég hef gert það áður, verið í sjónvarpsseríu í Bretlandi og maður er í rauninni ekkert frá og það er æðislegt nema svo fyrir allt á hold en maður var þó þakkláttur fyrir það að vera komin með vinnu þó að vera búið frestinni, þá var maður allavega með eitthvað bókað og svo kemur ljós, ok, við ætlum að byrja en það er ekkert hægt að ferðast á milli þannig ég verð bara að taka það á mig að vera í 5 mánuði í burtu en við hugsaum bara, ok, við komum ykkur út til mín og ég var einn í 11 vikur og ég hef aldrei verið svona lengi frá þeim og það var rosalega erfitt. Já, trúi því. En þú veist, maður bara tekur það á sig og það verður bara að vera þannig. En svo koma þau og það er allt í level 5 lockdown þegar þau koma eins og það heitir, sem þýðir að það er alla búðir lokaðar, það er bara matvörubúðir opnar. Það er Þannig að Írarnir eru alveg búin að vera að fara svolítið langt í aðgerðum, já. Þannig að þau fóru í sóttkví, sko, sem að þýddi bara þú veist, þau mátt alveg fara út og svona þau náttúrulega þekkingan því ákveðnu löndum er sóttkvíin eiginlega bara það sama og það sem er í gangi eða er lockdown í gangi ég var akkurat sko í 20 daga gati
Ég var búin að vera rosalega mikið í tökum en svo kom 20 daga gat hjá mér. Ég náttúrulega gat ekki að fara heim og tilbaka. Þannig að þegar þau komu, þá voru við bara saman í 14 daga sótkví en ekki svona einangrun. Og ég var komið í íbúð í litlum smábæ. Við vorum alltaf á ströndinni og gott veður og sól og kannski 15-16 stiga hiti sem er bara aðeinslegt. Við vorum bara í sjósundi og vorum mikið að skoða hérna í svona, ekki fjallgöngur, þetta er náttúrulega börn, en svona skoða svona gamla rústir og minjar og þannig að það var nóg að gera, það leið engum eins og hann var í sótkví hérna, sko. Og þau voru hjá mér alveg í 8 vikur, þá komum öll heim saman. Írland er eitt af þessum, sko, ég er búin að fara til næri 60 landa, en Írland ekki komið til Írlands. Nei. Þannig að það er svona eitt af þessum næstu löndum sem ég ekki, hvernig er Írland? Ekki bara næs? Jú, ég meina ég kom heim í lok nóvember og það var ennþá bara eins og haust, sko, maður var hérna bara á bollum, sko. Já, einmitt. Já, 10-12 stiga hiti, en já, svo er þetta líka Erum við, að því að þú talaði um þessar írsku arfleiðir okkar, eru Írlandir svipaður og við það? Já, ég myndi alveg segja það. Já. Þetta minni rosalega mikið á Ísland, sko. Og það er rosalega mikið á gróðri þarna, þetta er rosalega græn eiga því það er líka rignir rosalega mikið þarna. Það kemur svona on and off en jú, þetta er bara eins og við segja, þetta er bara sama ruglið og annar staðar, sko. Hann sagði það komum alltaf aftur á því tónlistamæðurinn John Grant sem hefur nú búið hérna á Íslandi það var einhver sem spurði hann í viðtali þú veist, af hverju búa okkur á Íslandi allt í einu og hann sagði it's just a different backdrop for my bullshit. Já. Sem þetta er bara önnur suðismynd fyrir rugliðið mér, sko. Já, það er enda frábær punktur, sko. Og ég spyrði bara svolítið, hverju ert að leita sem þú finnur ekki bara sko, er þessi spurning hverju ert að leita svolítið? Þetta er þessi spurning af hverju en síðan er líka hins spurningin af hverju ekki af hverju ekki að ferðast eða ég get ferðast, það er rétt. Og ég er í svolítið, þegar við tökum þetta viðtal núna, þá er ég í svolítið sérstakri stöðu, sko, því að allra besti vinur minn er búin að bóka ferð til Suður Ameríku í miðjum COVID. Já, fyrir þig og nei, fyrir sig og hann á 2 börn, sko. Já. Og veit fá mig með og nú er ég svona einhvern veginn, nú er ég alltaf í norðin skeptíski gæinn, sko. Einmitt. Hvenær ætlaði að fara? Það bara einhvern veginn kringum áramótin. Já, ok. Og þá er það þetta, sko, svona, svo fyrir mér að hugsa, ok, akkur þá kom allar rattirnar sem segja ekki núna, þetta er ekki gott ég minn okkur ekki en síðan kemur einmitt þetta, akkur ekki já, blessa verð akkur ekki, því það er allt opið þar og svona miklu meira opið en í Evrópu og meiri smitrindar já, einmitt svo ég vona þær fara að klára þetta ég nenni þessu ekki lengur nei, einmitt, þetta er alveg þeirri ég er búin að fá leiða á þessu fullkomlega eins og svo margir, sko já. Bara vona að geti fara að dæla þessu bóluefni í mann, sko. En dæla þessu bóluefni? Já, ég bara leið og ég get þá teki ég þetta, sko. Já. Og bara Sputnik 5 og allt. Já, myndi vilja fá rússneska? Já, ég blessaði þetta með þér. Ég enda væri, ef maður er að fá þetta á annað borða, verður þetta aldrei gaman að fá rússneska kokteilin. Já. Sputnik. Sputnik 5. Er Sputnik 5, er það ekki Putin bóluefni? Jú, það er Putin bóluefni. Bara fá þetta allt saman ég vil allir sé í því maður já, ég gæti það ekki, þú ert sko sagðir áður ef við byrjuðum viðtala þú ert búin fyrir 39 skimanir já, einmitt, já sem er þá væntanlega einhvers konar allan að nála því að vera einhvers konar Íslandsmet já, það geti verið, já er það ekki? Jú, ég er með, staðfest 39 próf sem að voru öll neikvæð hvort að leikmenninir sem er í ensku úrvalsleitin eins og Gylfi séu eitthvað svipað því þeir eru testaði mjög oft, sko. Já, við vorum testað þarna á 2-3 í viku og var þetta neftest sem fólk er að mikla svo mikið fyrir sig, það venst bara það venst, já, eftir nokkuð skipti þá ertu búin að finna að þú viljir frekar hægri heldur vinstri eða öfugt og þeir fara inn í kokið á þér snúa aðeins og þú reyna að kúast aðeins við það, sko og svo tróðaði pinnanum bara alveg inn snúa 5 sinnum, draga út en landamærapinnarnir, þeir voru mjórri heldur en þeir voru að vinna með þannig á Írlandi, sko og þar að leiðandi þælir þá eða verri? Nei, bara mjórri? Já, bara mjórri, þetta var bara öðruvísi þetta öðruglega eins og kynlíf, þannig að þetta var bara öðruvísi ekkert verið eða betra, sko hvort sem að segja mjórri eða breiðari eða lengri eða styttri, sko díkótpinnarnir, sko já. En getur þú ekki, þú er eiginlega þú kom með, ef þetta væri staðfest Íslandsmet, þá getur eiginlega sett annað líka, verið eini gæinn sem fæ bóluefni frá Pfizer, Moderna og Sputnik já, einmitt takk þetta allt Ég vil að það er gott, sko alveg bara, teflon maðurinn vel immjúnaður, sko já, einmitt en já, það sér allavega
það sér í sólina. En þetta sem þú ert búin að vinna á Írlandi, er þetta stóra sem þú mátt ekki alveg segja frá? Já, það er ekki búið, þetta Netflix sjónvarpsþáttasería, en svo það sko að því að þeir ekki búnir að tilkynna þetta, þá verður maður alltaf að passa sig að láta ekki hafa eftir sér neinstaðar, af því að þeir eru svo passa sem ráða, eðlilega allir svona framleiðendur, þeir vilja vera fyrstir til þess að kynna stöffið sitt, eðlilega, þess vegna öllum bannað að bara verið ekki að gaspra þetta, hálfvitaðan ykkar, og ég hef brent mig á því að tala eitthvað, ég hugsaði bara, ég á Íslandi og svo kannski pikkar einhver frétta brentmiðla upp sko á netinu og þeir eru með þetta allt vaktað í þessum Google Alert sko, nafnið á framleiðslunni og nafnið á leikurunum og allt í einu kom upp hjá þeim bara mitt nafn og eitthvað í gæsalöppum, þú veist, þetta allt á íslensku og Google Translate og ég fekk bara símtal, hvað ert að segja? Þú ert að segja eitthvað og þannig að maður þarf að svara fyrir það sko, þegar maður er að tala það, þannig já, en jú, þetta er sjónvarpssería sem að ég má ekki segja nafnið á opinberlega. Nei, en ef allt gengi upp, þá er þetta svona eitt af þessum verkefnum sem að því það ég er búin að tala við Óla Darra og Röggur Ragnars og svona nokkra leikara og það er ekki mikið endilega starfsöryggi. Nei. Þetta er eitthvað sem gæti alveg verið yfir dálítinn tíma. Já. Ef allt gengur eftir. Já, ég er mjög lukkulegur með þetta. Ég er búin að gera við það á svona 6 ára samning sem að þýðir að þeir eiga svona forkaupsrétt á mér í 6 ár ef að þeir ákveða og mínir umboðsmenn og lögfræðingur eru búin að semja þetta og þetta er svona stóru bitarnir sem maður vill fá. Stundum maður ráðin í 1-2 þætti, kannski 4-5 en þetta er eitthvað sem heitir bara principal cast, það sem þú ert einn af í rauninni aðalleikurum þáttarins og ert bara skuldbundin þessu svo lengi sem að þeir vilja halda áfram. Það getur vel verið að þeir vilja hætta eftir 1 season, en ef það heldur áfram þá er maður með í því og þangur til, þeir geta líka ákveða að drepa mann eða eitthvað sko. Jú, ef maður er erfiður á setti, þá maður hefur séð það gerast sko. Er það? Já, ég hef séð það gerast Þá séu menn drepnir í seríunni? Já, það var ég var í sjónvarpsseríu þar sem að menn voru búin að gera einhverja 3 ára samninga en dóu svo samt í fyrstu seríu þegar aðeins var liðið á sko, þá bara það í heildina haga sér nú allir vel en svo eru sumir sem eru bara rosalega erfiðir og eru haldnir einhverjum mikilmennsku brjálæði sko. Hvað er að vera erfiður á setti? Er það einmitt að vera með stjörnustæla og mikilmennsku brjálæði? Já, endalausar aðfinnslur sko handritið og karakterinn, það er alltaf að vera einhverju samráði en þegar þú ert non-stop að angra svo showrunnerinn og handritshöfundana með hvert þinn karakter að fara og bla 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 og endalaust með eitthvað vesinn þá verða þeir svo þreyttir að þér og kannski ertu mikið að drekka og mæti seint og það næst ekki í því og alls konar svona, það er engin tolerans fyrir svona vegna þess að þessi dagar eru svo dýrir, það verða allir að vera á tánum og ef það kemur í ljós að þú ert bara eitthvað case, þá gengur það ekkit upp sko. Hvernig er það einmitt að maður hefði hugsað einhvern veginn en maður er með svona snefilega ábyrgðartilfinningu og veist hvað þessi dagar kosta þá er þetta ekkert að mæta fullur eða þunnur Nei, og enda bara eru eiginlega enginn þannig en það eru bara undantekningatilfelli þar sem fólk er, en það fólk líka endist kannski ekkit í þessu sko. Nei. Þetta er þessi gamla hugmynd að þegar þú ert komin í eitthvað svona sele business út í heimi að þá sértu í stanslösu partistandi og eitthvað í dag þarftu náttúrulega bara að vera helviti agaður og lifa góðin lífstíl til þess að bara höndla langa daga og vera ekki að gera upp á bak sko. Já, það er svolítið þannig maður fann alveg fyrst þegar maður byrjaði þessu og það er eitthvað sem maður þarf að læra að hrista af sér þetta er allt svolítið intimidating að þetta er svo stórt, það er svo miklu peningar í þessu og maður er að horfa á kannski eitthvað fólk sem maður var að sjá í bíómyndum þegar maður var unglingur og er svona pínu starstruck og allt í einu er ég með henni einhverja senu og ég er búin að læra texta minn og er að fara að leika hana með Óskarsverðlaun að hafa og það er búið að stilla upp þessum græjum og það er búið að grínskrína heila byggingu og gerfisnjór og það er bara verið að fara að rúlla og ég á að delivera þessu án þess að vera nervös ég á að vera bara geðveitt slakur og leika senuna en maður er bara, þetta hjartað er á fullu sko en svo svona reynir maður að venjast þessu og maður einmitt reynir að stunda einhvers konar hugleiðslu og vera í einhverju núvitund og það er öllum fyrir bestu ef að ég er bara rólegur og kann það sem ég er að gera þú veist að maður liggur
liggur svoleiðis yfir þessum handritum og kann textan sinn og hinna aftur og bak og áfram. Já, það svoleiðis. Já, þú vilt ekkit on the day sko vera einhvern veginn lentur í því að vera ekki viss hvað þú átt að gera. Nei. Það allir aðrir með sitt á hreinu. Það eins gott að þú sért með þitt á hreinu. En hefur ekkert verið að lenda á móti fólki sem kannski bara ekki með sitt á hreinu? Jú, svo það heyri til undantekningar, en já. það kemur fyrir, að menn bara einmitt kannski kunni ekki textan sinn og eitthvað sem bara svona fundamental. Já. Það bara það fyrsta skrefið, svo vinna leikarans hefsturinn eftir það. Það svo reynir að glæða textan einhverju lífi, það það sem við reynum að gera. En jú, það er allt til í þessu sko, en sem betur fyrir þá eru það undantekningar og þetta með starfsöryggið og svona, því það gerist held ég oft þegar að fólk er að horfa á einhverja svona utanfrá sem eru búin að ná árangri í einhverju, að þá sértu bara einhvern veginn, en gerist það ekki alveg bara hjá einhverjum eins og þér sko, að það er bara eða er einhver svona dagur þar sem maður er eitthvað lítill í sér og er þetta ekki bara síðasta hlutverkið mitt? Verðið nokkuð ráðin aftur? Jú, það sérstaklega vegna þess að ég er ekkert á þeim stað erlendis endilega, ég er ekkert með verkefni sem bíða eftir mér mörg ár fram í tíman. Yfirleitt, ég er búin að vera consistently að vinna við þetta í 6 ár, en þetta er alltaf bara eitt verkefni í einu. Ég er að gera prufur, svo fæ ég tilboð verkefni, frábært. Geri það, og það endist í einhvern x tíma, það kannski byrja tökur eftir mánuð og tökurnar í 3 mánuði, en ég er fyrstu 2 vikurnar, svo er ég kannski 1 viku hér, þannig að maður er svona rólur í einhvern tíma og svo þegar tökurnar eru búnar þá bara, ok, nú er ég ekki að gera neitt. En fjárhagslega kannski allt í lagi einhverja mánuð, þetta borgar vel, en svo kannski líða 2-3 mánuðir, þannig til að næsta er bókað og þá stundum hef ég hugsað, ok, þetta er búið. Nú fer ég að hringi í Þjóðleikhúsið og fæ að koma tilbaka en svo hefur alltaf eitthvað komið. Lengsta tímabilið var það voru alveg 6 mánuðir. Yfirleitt er þetta frekar stutt á milliverkefna, en það var eitt skipti það sem voru 6 mánuðir og þá var ég alveg bara ákveðin, ok, mitt rönn í þessu er bara búið. Nú er ég ekkert að vinna lengur í útlöndum. En er það þannig að því lengra sem rönnið verður, að því meira kannski er maður einhvern veginn búin að stabilisera sig og þá er þetta svolítið farið að rúlla sjálfkrafa? Já, maður sko... Og kemst maður þá einhvern tíðan á þann stað að þú ert ráðinn á þess að það sé eitthvað casting eða... Nei, það er alltaf pröfur sko, alltaf pröfur. Maður getur gert það reyndar heima hjá sér, maður tekur það bara upp sjálfur sko. En það sem að gerist er að þú færð fleiri tækifæri, þú færð fleiri sko skot til að taka. Í byrjun, þegar maður er einhvern veginn, þegar castingdirektorarnir sem vinna fyrir framleiðslufyrirtækin, þeir eru með fá verkefnið að fylla í þessi hlutverk. Og þá leita þeir til agentana, bara ok, ég þarf að fylla með vantar einhvern sem getur leikið skandinaviskan óþokka, hverja eru þið með? Og agentinu segja, ég er með þessa 10 og þau kíkja þá á það, ok, hér er einhver sem er með svolítið track record, kíkjum á hann. Það fá ekkert allir að gera pröfunar. Svo eru 4 sem eru bara búin að gera eitthvað sem að ég get ekki eins og lesið af því það er á íslensku eða dönsku, ég nenni ekki að kíkja þá. Ég ætla bara að kíkja á þessa 3 sem eru búin að gera eitthvað sem ég þekki. Og eftir því sem maður byggir upp ferilskrána, sérstaklega ég fann fyrir þeim leiðu ég var búin að vera í Game of Thrones, þá allt í einu var ég að gera 4-5 pröfur á viku. Akkurat. Fyrir það var ég kannski að gera 1 pröfu á 2 mánaða fresti. Akkurat. En þetta er eitthvað svona validation. En er það þó ekki fyrsta stóra breykið að einhverju leiti sem er kannski erfiðast að fá? Jú, algjörlega, það er þannig sko, og að komast inn fyrir dyrnar. Og núna fæ ég miklu fleiri tækifæri. Og því stærri sem, og þú getur aldrei fengið jáur öllum pröfunum, en ef ég er að fá 20 pröfur á 1 mánuði, þá er miklu meiri líkur á ég bóki 1 versus kannski að fá 10 pröfur á heilu ári. Þannig að En hvað er eins og gaman að mér skemmtilegustu viðtölun alltaf vera svona, þegar það er ekkert línulegt í þessu hjá okkur. Já. Þú byrjar að setja þjóðan þól og... Þú ert svo crazy. Það er crazy. Þú ert bara, og þú ert ballaus og þú ert single. Já. En það er náttúrulega það er þessi, það hefur ekkert verið rætt meira þessi apríl. Nei, hver nú er ég viss að fólk, ég ætla nú ekki að hafa þið kjökrandi í stólnum, það er alltaf sína tilfinningar. En hvað er það er bara búið.
Það er búið fyrir löngu síðan, sko. Það var bara eitthvað sem gerðist í því mómenti, í þeim þætti, af því að við María Birta þekkjumst. Já. En það var fallegt að sjá það, sko, því ég held að margir þekki það að tengjast einhver annari persónu á einhverju svona djúpu leveli sem ekki hægt að útskýra. Og mér finnst það rosalega gott að þú hefur upplifað það með þessari apríl. Já. En hver er þetta? En ég hef upplifað það oftar en einu sinni, sko. No. Ég er bara erfiður maður, sko. En hver er þessi apríl? Hver er apríl? Apríl er bara unga og kona. Og akkur er hún bara núna gift einhverjum? Já, hún er búin að, hún á barn. Ok, maðurinn hennar þá brjálaðir, bara getið þið hægt að tala um hana. Hann er útlenskur. Já, ok, árlandilega. Hann er ekki íslenskur. En nei, en það var eitthvað sem er svona, það var ekki, ég átti ekki von á því að ég væri að fara tala um það og ég átti ekki von á því að ég myndi breiða svona við. Svo fór Sóli Hólm djöfull að hjakkast á mér með því að gera grína með þér. Ég lendi líka í viðtali við hann Fannar. Hann var með þætti sem þetta framkoma á Stöð 2, það er þetta þegar maður er einhvern veginn, þegar maður er ekki viðbúin þessu. Og ég hef alveg oft verið spurður þetta er ekki erfitt að vera frá fjölskyldunni og þegar maður er að ferðast svona mikið, en raunveruleikinn þar hefur verið, undantekningin núna í COVID, er að ég hef aldrei verið það mikið í burtu að því að þetta er svo rosalega mikið fram og tilbaka. Þetta er alltaf í mestalagi 1 vika, kannski 2, mestalagi 3, svo er ég bara komin heim og fer út aftur og svona, og þau hafa alltaf verið að koma til mín og svona, þannig ég hef svona meira verið útskýra bara nei, þú veist, við erum vönusu og ég hitti þau alveg, þú veist, ég er aldrei í burtu það lengi, nema Fannar spyr mig vini mína og starfskollega, hann næri mig þar og það allt í hennu bara, þá fattaði ég er ekkert búin að hitta félagana, þú veist, ég var að vinna í Þjóðleikhúsinu í mörg ár og Borgarleikhúsinu og eina bekkjarfélagi mínur úr leiklistaskólanum sem er eins og systkini mín og ég er ekki búin að sjá þau í mörg ár, ég hitti þau ógeðslega sjaldan og þar kom hann aftan að mér og þá bara komu tilfinningarna fram og maður áttaði sig á því, sko. Ég var að horfa á þetta var mjög fallegt, sko. Fallegt moment. Og ekkert að því ég myndi að sína tilfinningar. Ég skildi alveg hvaðan þú varst að komast. Það er einhvern veginn svona bara búin að vera einhvern veginn að harka og komast í land og svo þú veist, að því það er svona einhvern veginn að banna þegar þú ert búin að fá svona góð tækifæri að fara eitthvað kvartunda í. En samt er einhver hliðarnar sem er bara, þú veist, þetta saknaði þess að vera með vinum mínum. Já, einmitt, og maður kvartar ekki og ég er þakklátur fyrir þá stöðu sem ég er í, en þú veist, auðvitað hefur maður tilfinningar en þá getur maður líka þegar maður er heima, þá getur maður lagt sig fram meira að hafa samband og hitta fólk. Akkurat. En líka þess að þú sagði með jarðaföruna, það er eitthvað sem við gerum held ég ekkert oft, það er að pæli því bara. Þetta er fólki sem verður í jarðaförunni. Það var einn góður maður sem er reyndar alveg kolbrjálaður, en ég er búin að vera að reyna að vinna í að fá hann í podcasti og það verður mjög gott viðtal. Hver er það? Hann heitir Brynjar Karl. Körfuboltaþjálfari gamall, hann er með eitthvað sem heitir Key Habits. Það er ekta þú. Mjög einstakur maður. En hann kendi mér þessa æfingu eitthvað tíðan fyrir einhverju síðan að fara mjög reglulega í sín eigin jarðaför, skoða hverjir verði jarðaförni, hver er að fara að tala fyrir hönd fjölskyldunar, hver er að fara að tala fyrir hönd vinana og hver er að fara að tala fyrir hönd kunningja og hvað er þetta fólk að fara að segja þig. Því það tengir þið síðan við hvað viltu vera að gera núna til þess að það verði réttur hlutinni sagðir, skilur við. Já, einmitt. Og þá líka færi þetta að hugsa, ok, hver er að fara að tala, þá náttúrulega kannski kemst það þeirri niðurst að það er kannski sá sem er mér nánastur, akkurat núna. Já. Það er svona neyðir mann til þess að fara í stóru myndina, sko. Já. Erum við konar upp djúpt? Já, manns ein jarðaför. Þetta er gott, það hafa allir gott að hugsa þetta, sko. Nei, ekki. Þú sagði með þessa konus, þetta er fólki sem verður í þinni jarðaför, sko. Já, þetta er líka svona hlutir sem maður hugsa þegar maður hefur tíma og það er eitt sem maður hefur átt að segja á, ekki bara í þessari einangrun sem ég heldur líka eftir ég byrja að vinna erlendis, það hefur miklu meiri tíma fyrir fjölskylduna, fyrir sjálfa mig, af því að vinnan verður svo fókusurð, ég er bara að vinna í þessu, ég er ekki í leikhúsinu, veislustýra, gera þetta eins og maður var áður fyrr, maður einhvern veginn að reyna að vera allt í öllu, þá hefur maður aldrei tíma, þegar maður er alltaf að hugsa næsta gig. Ég ætlaði að spyrja þig, þegar þú kemur heim eins og núna, ertu þá, þú veist, núna ertu ekkert í vinnugýr þegar þú ert hérna heima? Nei, bara blessunulega get leift sjálfum mér að gera það ekki. Eina sem ég vinn við núna eru sjónvarpsþættir og eins og núna þegar ég er ekki einu sinni að gera pröfur. Ég er bara með mitt gig bókað, það er ekkert annað sem kemst að, ég get ekki gert eina pröfur vegna þess að það búið að lofa mér í 6 ár
en þannig að ég þarf ekki að pæla í neinu fyrir í fyrsta lagi 2022. Hendan að manna eins og þér að vera bókaður 6 ár fram í tíman, af því sömum myndu hugsa, þetta er langur tími. Mér finnst það geggjað. Það eina sem ég geri heima er að ég les auglýsingar fyrir Lexus, fyrir eitt brand, exklusíft. Þannig ég get ekki einu sinni, ef einhver annar vill fá mig til að lesa, þá bara, ég les bara fyrir Lexus. Hvernig er það auglýsingin Lexus? Ég minnir að, svo ger ég það svo sjaldan sko, en þeir náttúrulega spila þetta. Mér minnir að sé nú gerist eitthvað alveg nýtt. Nú gerist eitthvað alveg nýtt. Lexus. Og svona chillað og rólegt sko. Já, það er flott. Maður tengir Egil Ólafsson alltaf við Toyota. Já, einmitt. Þetta er svo afslappandi sko, þetta er náttúrulega þessir Lexus er náttúrulega einhver luxusútgáfa af Toyota. Og þannig að þetta er svona afslappað og bara strömlínu. Já, versus það einhver tíman, ég las einhvern tíman auglýsingar fyrir ótrúlega útsölumarkaðin. Og það var bara gett erfitt vegna þess að útsöluraddir þegar maður að gera það ég þarf að færa hljónum frá og svona ótrúlega útsölumarkaðin og byrja alltaf helgina og versus það og svo ef eitthvað er á tilboði þá er það aðeins kannski, það er tilboð alla helgina, opið frá 10 til 4. En svo þú ert komin í Lexus, þá ertu bara nú gerist eitthvað alveg nýtt upplifðu og eitthvað svona bara svona leður. Þetta er rosalega chillað sko. Þannig að það er það eina sem ég geri heima, er að lesa auglýsingar fyrir Lexus og það gæti ekki verið meira cozy sko. Nei. En já, það er gott að geta leyft sér þá. Ég sæki heldur ekkert í neitt, ég er ekkert að reyna, ég tók það ákvörðun að hætta að veislustýra og gera allt annað að já, 3 börn og það er æðislegt að geta innbytt sér bara að því þegar maður er heima. Margir var með Jóhann Sigurðsson leikari og hann einmitt var að tala þetta svona þessa kynslóð af leikunum sem orðin annars eldri og þeir eru bara vanir því allan sinn feril að þurfa að vera í 3-4 þú veist, þú er kannski, ef þú kannt að syngja þá ertu eitthvað í því, svo ertu að leika og svo ertu einmitt lesin og auglýsingar og svo er það þetta og svo er það veislustjórnunin. Já, ég meina maður gerir það líka bara því að peningarnir eru minni eftir því sem markaðir eru minni og við erum ekki stór markaðir þannig að þú getur bara náð svo langt í leikhúsinu og Hvað er transformational momentið hjá þér, þú veist, þar sem þetta fer úr því að vera einhvern veginn, þú veist, að vera leikar á Íslandi sem held ég alltaf svolítið svona flest allir að þá svona rétt kannski nærða að hafa í þú á eða eitthvað aðeins Já, þetta yfir í að fá tækifæri úti sko. Já, einmitt. Var það Svartur og leik? Já, það var það, algjörlega. Ég leik í henni, hún kemur út 2012 og ég fæ símtal frá, hverjum var það? Frá Eskimo Models. Þá hafði, hún segir heyrðu, það er einhver umboðsmaður í Bandaríkjanum að reyna að finna þig. Og hérna er e-mailið hans og það er einhver Matthew í Kaliforníu, bara hvaða skam er þetta? Bara róaði þig sko. Þá kom í ljós að hann þekkti Þorvald Davíð. Þorvald Davíð var útskrifast úr Juilliard og hann var náttúrulega komið með einhvern umboðsmann þar og þessi gæi var einhver svona assistant þar og hafði séð Svartur og leika því að Þorvaldur sem var þeirra client var með þessa mynd og hann var að fara að stofna sína eigin umboðsskrifstofu með vini sínum og þá vantaði bara leikara og þú veist, nóga leikurum auðvitað í LA en svo þú veist, þeir vilja vera með alla þegar að castingdirektorinn spyr, heyrðu, eruðu með einhvern sem getur leikið rússa eruðu með einhvern Scandinavian thug skilur, eitthvað svona og þannig að þeir vilja vera með alla flóruna og hann sér bara, heyrðu, þessi gæi sem sköllóti með sem er með vöðvana og þetta, ég vil ekki þannig lengur en þannig að hann hugsaði bara við fáum hann í nýju umboðsskrifstofuna og hann er frá Íslandi og hann flettir, googlar eitthvað Icelandic Agency og uppkemur Eskimo bara Jóhannes Haukur bara er það eitthvað sem þið þekkið, þetta er svo lítið land að hún bara lætur mig vita og lætur mig fá e-mailið, ég skrifa til hans og þeir vilja heyri mér í síma og þeir ringi mig og spyrja bara mig og við representara þig bara, já, ok, og ég spyrði bara er ég að fara að borga eitthvað hérna? Nei, bara, þú veist, ef við rettum þér vinnu, þá fáum við 10% af því. Bara, ok. Er það yfirleitt reglan, 10%? Já. Það er svona þumulpötu regla, svo er allir gangur á því, sko. Svo bara byrja þetta, en svo koma pröfurnar bara, þú veist, 1 á 2-3 mánaða fresti. Þetta er 2012.
2014 landa ég fyrsta, þá ringja þær í mig bara, það er tilbúð bara, já, þannig að sjónvarpserían fyrir NBC sem þú prófaði fyrir lærisveitnin þetta voru svona biblíu þættir þú bara, það er í Marokko eftir 3 vikur og þetta var í ágúst sem er rétt áður en leikárið byrjar í Þjóðleikhúsinu þannig ég hringdi strax í Tinnu sem var þjóðleikhússtjóri og bara ég er að fá hlutverk í sjónvarpsþáttum fyrir NBC og sem betur fyrir var engin sýning sem var að fara í sýningu ég var bara að fara að æfa þannig að það var hægt að skipta út og redda því, ég fór bara í ársleifi frá Þjóðleikhúsinu og þarna voru alveg skörp skil þarna og síðasta sem ég gerði á leiksviði var vorið 2014 sem var söngleikurinn Spamalot og ég hef ekki stigið á sviði í 6 ár Nei. og og þetta byrjaði bara með þessu svo var þetta svona on and off þangað til í mars 2015 og þá voru þeir svo duglegir bandarísku umboðsmennirnir þeir sögðu við mig þættirnir átt að frumsýnast páska, þetta er eitthvað svona þetta byrjar á krossfestingunni og fyrsti þáttur páskadag á NBC sem var í apríl þá sögðu þeir þú verður að fara til London og við bókum fundi hjá umboðsmönnum að við verðum að vera umboðsmann í London líka og þeir sögðu við verðum að gera það áður en þættirnir kom út en samt rétt áður þegar það verið að hæpa þá samt ekki búið að sína þá vegna þess að ef þeir eru lélegir þá er það ekki gott þannig þeir voru svo clever þannig ég var í mars, lok mars þá var ég bara í London og hitt einhverja umboðsmenn og við fundum umboðsmann þar og það var hann sem reddaði með Game of Thrones stuttu eftir og svo bara byrjaði þetta að rúlla eitt og eitt verkefni ársleifi mitt frá Þjóðleikhúsinu rann út og ég framlengdi því og svo ári síðar þá á ég ekki bara segja samningnum mínum lausum og ég gerði það þannig að það eru rosalega skörp skil þarna og Svartur og leik var alveg turning point þar Er það að leika á sviði er náttúrulega vissuleiti kannski á einhvern nátt allavega finnst mann eins og mörgum leikurum finnst það kannski mjög gaman það náttúrulega er aldrei að fara að gefa þér jafn mikið pening og það er aldrei öðru vísi er ekki algengast þá leikari sem væru kannski mitt á samningi á Þjóðleikhúsinu eða Borgarleikhúsinu ef þeir myndu fá tækifæri svo þú ert að fá að þá myndu þeir hugsa nú er ég bara að devóta mig í bíómyndir og sjónvarpsþætti í svona langan tíma því svo get ég alltaf stíði að leika aftur á sviði seinna ef það er eitthvað sem bara sálinn í mér vill Já, jú, mögulega Saknar þess eitthvað? Að sumuleiti já, en að mörguleiti bara alls ekki og þar þurfum við að skoða hvers eðlis þetta er sumir leikarar geta einhvern veginn bara leikið eins og horfum bara okkar topp menn Hilmi Snæ og hann Ingvar og svona sem geta bara algjörlega valið hvað þeir gera og nú er ég bara að gefa mér það að þeir séu mjög sáttir í sínu svo veit ég ekkert það en ég var aldrei í þeirri stöðu í leikhúsinu að geta bara, nei, ég ætla ekki að gera þetta ég ætla bara að gera þetta og ég ætla bara að gera þetta og þú veist, ég hafði nóg að gera það var ekki þannig með vantaði vinnu ég var fastráðin í Þjóðleikhúsinu og ég var í líki Borgarleikhúsinu eitthvað en miklu meira að gera það sem ég var látin gera kannski og að því ég kann að syngja og spila hljóðfæri þá var ég líka látin í söngleiki sem er gaman en svo þegar þú byrjar að gera mikið af því þá er þetta hörkupúl að vera í söngleik og verður bara svolítið erfitt og svo kannski lendir því að vera í einhverju stykki sem þú hefur engan áhuga á og ert kannski litlu hlutverki og svo er það vinsælt Já, en þú veist og þá þarf það að gera það aftur og aftur Já, einmitt og þannig að stundum ertu bara í einhverju sem er bara lélegt það er ekkert allt gott það er ömulega dóma og bara en ertu einhvern veginn alltaf að æfa og leika og þetta er rosalega líjandi og þreytandi vinna getur verið það og var það í mínu tilfelli af því ég var bara að vinna svo rosalega mikið en inn á milli lendi maður í því að mér er bara ofarlega í huga Englar Alheimsins leiksýning sem ég tók þátt í sem var óbúrslega svona skapandi vinnuferli og gaman að vinna sýninguna og leikana ég myndi alveg vilja fara í leikhúsið að leika með vinum mínum aftur í einhverju skapandi umhverfi með eitthvað skemmtilegan efni við áhugaverðan efni við en þú veist ég myndi kannski ekki vilja leiki einhverju leikriti sem ég finnst lélegt með einhverju fólki sem að ég veit það ekki það er náttúrulega er engin fáetar hérna Nei, ég meina bara þú veist það er einmitt líka þetta svona
ég veit ekki, fólk sem vinnur kannski ekki skapandi vinnu og hugsar oft bara, þú veist, hvernig getur þetta verið leiðilegt, en auðvitað er bara öll vinna þannig að þú gemur okkur punkt þar sem alveg sama hversu skemmtilegt það er að þeir eru að endurtaka það í 200. skipti og það er kannski einhver dagur þar sem ert ekkert frábærlega upplagður og þá bara langar þig ekki raskat að gera það. Já, það er erfitt og þá, sko, sum leikrit eru bara sýnd, þú veist, 10 sinnum eða 20 sinnum og það er óbúslega og það er yfirleitt þau sem manni finnst mest skemmtilegt, sko. Svo er maður leikið í farsa sem að, þú veist, er bara snýst það að fá hlátrana og þetta eru svona vel uppbyggðir skrifaði brandarar og þetta en það sem verður, og þú leikur það kannski ég hef leikið í einhverjum 2 fössum held ég að 3 en þá alveg sko meir en 100 sinnum hvern er það er aldrei leiðilegt á sviðinu. Nei. Af því þú ert alltaf með áhörundur sem eru nýir og það er eitthvað pingpong í gangi en það sem verður ógæslega leiðilegt er það sem að gerist baksviðs klæða sig í þennan búning enn einu sinni fara hérna, standa nú þarf ég að bíða í 10 mínútur og hlusta á þessa senu sem ég er búin að heyra 300 sinnum og ég bara nenni því ekki en svo er alltaf gaman inn á sviðinu Hvað er það sem gerist þar? Af hverju verður alltaf gaman inn á sviðinu? Það er áhörundinir, það er bara galdurinn sko. Og þú getur ekki leiftir að verða leiður á því að segja einhvern brandara ef þú fær hlátur þetta er svo mikið galdrarík Þetta er rosalega, það næsta sem ég hef komist því að performa eitthvað er hérna halda fyrirlestra, helt mikið af þeim og þá kom alveg moment þar sem var rosa þreyttur að þetta var svo mikið en alltaf þegar að fyrirlesturinn var byrjaður þú ert með fólk fyrir framan þá er eitthvað bara að fara viðbrögð og þú finnur að fólk er að hlusta og það fær mann til þess að bara einhvern veginn bara boðefnakerfið og eitthvað þetta eru bara viðbrögð, þetta þurfi ekki að vera stóri hlátrar af því að eins og fyrirlestur er ekkit uppistand bara það fá svona eða smá, bara finna viðbrögð bara þetta privilege einhvern veginn að ég er með athygli alls þessa fólks akkurat núna það er bara svona mikið af fólki sem er bara hér til þess að hlusta á mig eða horfa á mig, þú veist, það er einhvern veginn fylgir í ákveðin ábyrgð sem maður vill standa undir Einmitt, og þetta er eitthvað addiktuð við þetta er eitthvað þú finnur að þú ert með einhvers konar vald til þess að mögulega reyfa við einhvern á einhvern nátt hversu lítir fjölulegt sem það kynna að vera þá er það eitthvað sjúklegt sko að finna það og það er það sem ég sakna úr leikhúsinu og ég myndi alveg vilja fara aftur en þá á mínum forsendum ég myndi vilja, ekki bara eitthvað mér langar að fara aftur í leikhúsið mér langar að fara aftur að leika með áhugaverðu fólki með áhugavert efni fyrir fólk þannig að jú, ég sakna þess en ég sakna þess ekki að leiki 4 sýningum á ári þó að það sé líka ákveðum forréttindastaða og maður er heppinn að fá vinnu þá er bara stundum á mikið að þið góða líka sko. Svo erum við með einhvern eins og til dæmis bara Gísla Örn sem að var nú bara, þú veist, lékarna eitt aðalhluturskona með Prince of Persia og eitthvað svona maður hefur á tilfinninguna hann sé bara með ástríðu fyrir leikun svona einhvern nátt og setja upp leiksýningar og það sé bara svolítið hann hefur líka það verið sko frá upphafi að búa til sitt stöff á sínum forsendum ég var ekkert mikið á mínum forsendum í leikhúsinu ég var meira bara að þú veist að gera það sem kom og svoleiðis En óþokkin, hérna, er það svona eitthvað þú varst náttúrulega mjög góður í óþokkanum í svartarleik og er svolítið í því úti líka sko. Ég ætlaði að segja, er það svona eitthvað sem að menn ná í þig í það hlutverk? Já, og ég leik nú ekki alltaf óþokka sko, en jú, það virðist liggja vel fyrir mér að gera það þú ert nú með eitthvað blæti fyrir því sko aðeins en það er sko ég veit ekki hvað það er sko það er út með lúkkið sko já þetta snýst yfirleitt alltaf það sko það er einmitt maður er með eitthvað skegg og dökkur yfirleitum og það að leika óþokka snýst náttúrulega fyrst og fremst hvað er í handritinu sko hvað efni við ertum með að því það er ekki hægt að leika óþokka þú veist þú getur ekki verið ég er vondur þú verður bara að leika efni við þinn sko og ef að persónaðin er að gera eitthvað sem er hrikalegt þá ertu óþokki sko Þú verður að finna óþokkan í þér? Nei, raun ekki. Þú verður bara alltaf að nálgast efnið sem, þú veist, hvaða, hérna er ég með senurnar, hérna er ég með söguna og maður skoðar sína sögu, hvað vil ég, hvernig ætla ég að ná því fram og hvað stendur í vegi fyrir mér. Átta sig á þessu, hvaða taktíkum mun ég beita til þess að ná mínum markmiðum í heildina og í hverri senu fyrir sig.
gæti ég hérna verið minna aggressífur af því að hérna er ég meira aggressífur, svona byggir maður upp sinn performance í eina bíómynd eða í sjónvarpsþáttaseríu. Þetta er vinna leikarans þegar maður er búin að læra textan, þú veist, það er svona algjört aukatriði að kunna textan. Og ef þú ert með góðan efni við og hérna vinnur hann skipulega og markvist, þá ertu orðin óþokki, en þú nálgast það bara hvernig geti þjónað efni viðnum. Ertu ekki það sem þú ert að lýsa þarna, er að góður leikari verður og einhvern nátt að vera með dálítið háa tilfinningagreind, sko? Maður einhvern veginn að geta sett sig í spor þess sem hann er að leika. Jú, örugglega. Því maður fyrir að hugsa bara svona allra fremstu leikara, þú veist, Leonardo DiCaprio og eitthvað svona, þú veist, það er eitthvað, þú verður að finna einhverju svona smáatriði sem þú þarf að hafa ákveðin element til þess að hreinlega geta þetta, sko. Jú, maður verður alltaf að hugsa hvað er á bakvið það sem maður er verið að segja, hverju vill viðkomandi ná fram. Fólk, og maður sér það líka bara í lífinu og þegar maður er að fylgjast með pólitíkusum og annað, og bara hugsa hvað er á bakvið þetta, hvað vakir fyrir fólki. Og hérna, þannig að jú, þetta er fundamental partur af því að vera leikari, það er að reyna að setja sig í spor annara, hvað þau eru að upplifa og hérna, hverju það vill ná fram og af hverju. Þú settir í spor pólitíkusins á einhverjum punkti þegar þú fórst í kannabisrifrildið. Mást þetta því? Já, einmitt. Þú fyndi þegar maður er að undirbúa viðtölum og fyrir að googla fólk, þá er ofta eitthvað svona, kannabisrifrildið. Já, það var samt, sko, það var ekki meira rifrild en það að ég setti fram einhvern rosalega harðorðan status sem að fór svo rosa víða, sko. Enda var þetta rosalega óvandað hjá mér að slengja svona fram. Ég hugsa stundum hvernig fólk nennir því að vera, þú veist, þú gerir þetta einu sinni og það verður þessu, bara fólk sem er í þessu alla daga, sko. En svo Brynjar Níelsson og fleiri. Já, en hann er náttúrulega að vinna, hann er á Alþingi, hann er fulltrúi fólksins og allt það, á meðan ég er ekkert í því, ég er leikari og á helst bara ekkert að vera tjá mig, sko. Vegna þess að hérna, þú veist, maður er að reyna að ná til fólks í gegnum bara sögur í hvaða formi sem það er, þannig að enda, sko, þetta var náttúrulega fyrir 5 ára síðan og... Já, ertu komin á þann stað núna að þú ert með eitthvað svona Twitter status sem er hérna mjög gildislaðin að þá bara geymir hann fyrir þig bara. Já, að því það er ekkit mitt hérna, það er engin eftirspurn eftir því að vita hvað mér finnst eitthvað svona, sko, og þessi cannabis status, ég slengdi fram, þetta var eitthvað, ég kallaði það var einhverjir hasshausar sem var ekki próduktífir í samfélaginu og ég hef enga tolerans fyrir svona rugli og holskeplan sem kemur yfir og maður skilur það, sko, vegna þess að kannabisefni eru, þegar þú skoðar það, er ekkert verri en áfengi og það er fullt af fólki sem kann að fara vel með þetta. Algjörlega. Og tala nú þegar þú ert orðin fullorðin, þetta er náttúrulega, ég held að sé algjörlega viðurkennt að ef þú ert unglingur og ert ekki orðin þroskaður, þá er þetta rosalega hættulegt. Algjörlega. Og getur haft gríðarlega skaðlega áhrif á geðheilsu og annað. Algjörlega. En sama með áfengið þetta. En svo er fullt af fólki sem vill kannski frekar fá sér eina jónu helgar heldur en eitt bjór og er 35 ára og er framkvæmdastjóri fyrirtæki, en út af lögunum og stigmanu þá einhvern veginn þarf að setja þau út fyrir reglur samfélagsins. Það er örugglega rosalega óþolandi. Þess vegna skilum maður viðbröðin við svona óvönduðum einhverjum status frá þessum með leikara. Hvað er þú að tjá þig hérna ræfilliðin? Þannig að ég skilu þessi viðbröð og þetta er auðvitað ekkert sem að hefur neinn langvarandi áhrif á neitt, sko. Nei. Hérna, þú sagðir á það með æfingarnar, að þú í einangruninni hafður gera æfingar klukkan 5, einhverja svartsennegar æfingar. Já. Þú hérna tókst náttúrulega svaka tímabil hérna fyrir svartur og leik. Já. Það massaði upp fyrir það. Hefur þið haldið, að ég manni, ég hitti þið dálítið oft þegar þú varst alltaf hérna á Íslandi, hitti þið dálítið oft nýri í Laugum. Já, við tekið svona blessaðar í Laugum, sko. Og hérna... Núna getum við tekið svona stopp. Einmitt. Við höfum aldrei talað þannig saman svona eitthvað að ráði. Var þetta svona frægur hitti frægan? Það er mjög fyndið konsept. Já. Það er mjög fyndið konsept. Já, maður hilsar einhverjum að þegar maður veit að þú veist hver ég er og ég veit hver þú ert og... Þú þekkir það. Þetta hljómar svo fáránlegt. En þetta er samt bara eins og að vinna í sama fyrirtæki. Kannski, já. Það getur verið að vinna í einhverju fyrirtæki og það er eitthvað fólkarna sem þú sérð alltaf en þú talar ekkert við það, en svo ef þú hittir alltaf undir matvörubúð, þá myndir þú svona nikka til þeirra og það er það sem þetta er, við erum að vinna í sama fyrirtæki. Við vitum
Þetta er svo fólk er að horfa á þetta, hvað er að tala um? Sjálf glöðu hálfvitar. Ég samt, þetta barst aðeins í tal þegar ég var með Gunnar Nelson hérna. Já. Hann var einmitt, hvað er þetta? Akkur er maður alltaf að heilsa öðrum sem eru þekkt? Ég gerir þetta, en ég veit ekki hverju ég er að gera þetta. Það er að þið verum að vinna í sama fyrirtæki. Við verum frægir á Íslandi sem er rosa lítið fyrirtæki og ekki miklu peningar í því. En síðan það nýtt sem ég er einhvern veginn uppkvæmt í fyrsta skipti núna, það er þegar maður er með svona devoted ákveðin hópa fólki sem hlustar alltaf á podcastum hans, að þá kynnist náttúrulega manneskjunni dálítið vel, sko. Já. Þú ert að heyra hann að vera að tala við aðra og tala sjálfa og eitthvað, þá er ég fann að lendi í því að bara svona fólk sem er að koma upp að mér sem bara, svona, heyrðu, mér líður eins og ég þekki mjög mikið. Já, ég upplifði það alveg að því ég er búin að hlusta mikið á þig og mér finnst ég þekkja þig rosa vel að því ég er búin að heyra þig. Hvað fannst þér ég var skammaður svolítið mikið fyrir það að ég væri að tala mikið sjálfa mig af mikla skoðanir en svo er ég nú er fólk farið að hrósa mig fyrir það af því þá fólk fattar, þetta er ekki viðtal, þetta er samtal. Já, mér finnst það bara ljótt og hvað með það þó þú nefnir oftar en einu sinni að systir þín býr í Fraklandi eða þú hafi gert bíómyndum landslið maður finnur það sjálfur að því þetta eru samtöl og maður lendir oft í því að maður er í samtali við einhvern svo hittir einhvern annan og þú ert ofta að tala um sömu hlutina maður gleymir því maður jafnvel segir sömu brandarana því að maður ég sagði þetta var sniðu til ég var að tala við þennan og ég get sagt þetta aftur núna það er svolítið gaman að því að maður fattar við hlaðvörp eða podcast eru svona eitthvað það er ákveðin hópar af fólki sem er að venjast þessu og þá kemur það inn í format og ég hafandi verið í fjölmiðlum þetta á að vera viðtal og þá er eitthvað svona síðan er sami hópur fyrir hann að senda mér hrós núna nú skil ég, það er nú bara dálítið gaman að þetta séu samtölu og hann haldur bara áfram að endurtaka þig sko. Já, og mér fannst erfitt að horfa á þegar Sóli Hólm var að gera grína þér svolítið brútal það var brútal þetta var brútal og ég fekk alveg stingi hjarta bara elsku Sölvi minn en þú tókst þessu af Já, ég tók þessu mjög vel en inboxið mitt daginn eftir var rosalega fullt af skilabóðum frá fólki sem var mjög reitt fyrir mína hönd Já bara þetta var líka bara fyndi hjá Sóla hann er flottur sko Já, hann var í sætinu sem þú ert í núna að leika mig Já, einmitt, þegar hann gerði sketsin En hvernig fórum við þangað? Ég var að tala við æfingarnar Við vorum að tala laugar, Já. Ég ætla að koma að því að, þú veist, ertu búin að halda áfram bara síðan þá að, þú veist nú svona Ég er aðeins búin að bæta mig núna þú ert svona þrekin Ég var í algjöru rugli Ég var bara feitur og hreyfði mig aldrei og borðaði sorp Ég er að tala um, ég fekk mér oft einhver hamborgara tilbúð bara út í bíl og áta á milli mála, sko Þannig að það sem breyttist þegar ég var að undirbúa mig fyrir bíómyndina var, ég hreinsaði mataræði algjörlega og síðan þá hef ég alveg rokkað upp og niður í þyngd en ég hef búin að ég hef ekki drukkið gos síðan þá. Þannig að ákveðin hlutir sem ég borða aldrei snakk og eitthvað svona sem er bara sorp, fullkomlegt sorp. En þú veist, svo fæ ég mig kannski 100 grömm af súkkulaði, dökkur súkkulaði. Og veist, nétusmjör og eitthvað svona sem er rosalega mikið hitaeiningum og maður getur alveg fitnað en þetta eru samt alveg góðar hitaeiningar Þetta er fæða Já, en svo náttúrulega verður maður svo fyrir hreyfingin upp og niður Hvernig voru svarsendingaræfingarna þínar í einangruninni? Það er allt svona sem maður getur gert sko heima hjá sér Þá er maður að gera maður er að gera armbegur maður er að gera maga hvað heitir þetta? Já, bara svona krönsmaga Krönsis, já og maður finnur stóla og gerir dips fyrir hendurnar og hvað var þetta, svo tekur maður stólbökin og kústskaft og púlar sig upp þannig að maður reynir að finna eitthvað til að gera upphífingar í og allt svona eitthvað svona eigin þyngd Ertu búin að vera síðan að COVID byrjaði duglegur við að gera heimaæfingar? Nei, ég er búin að fitna í COVID Það var bara í einangrunni sem ég var ógeðslega góður og ég misti alveg einhverjir 3 kíló bara á þessum 2 vikum, mikið af vökvatapi og svona svo leið og ég var laus þá bara þá aðeins sleppti ég En er það ekki líka því maður pikkar upp hluti frá fólki sem maður er umgangast og þegar maður er komin kannski svona á það stað sem þú ert því að vera að leiki hlutverkum í myndum þar sem eru bara mjög mikið af bara svona háklasa leikurum að þetta er yfirleitt, maður er á tilfinningum þetta sé upp til hópa fólk sem hugsar frekar vel um sig Já, það er það og þá hugsa maður kannski sjálfur bara ég maður pikkar upp úr umhverfinu sínu sko. Algjörlega. Þeim sem maður er með og maður reynir að hafa þetta eins og þegar ég er heima þess vegna er svolítið leiðilegt núna að World Class skuli vera lokað ég á heima í Laugardalnum bara við hlíðin á
bestu stöðinni, ég hef kannski ekki farað á alla stöðunar, en World Class í Laugum hún er risastór, þú veist hvernig það er Jú. það er einhvern veginn allt í boðið þarna sko. Og ég var heima rétt hjá og mér finnst það svolítið gott þegar ég er heima að skikka sjálfa mig til að fara. Akkurat. Það er svolítið erfitt þegar maður ætlar að æfa heima hjá sér, svo auðvelt að sleppa því. Það er bara, ég tók byrjun COVID, þá var ég með eitthvað bara svona 20 mínútur á dag, svo bara Já. einhvern veginn byrjaði það að fjara út Svo bara hættir þetta sko. og nú er ég einhvern veginn að pikka það inn aftur en það bara það held ég enginn sem heldur sama aga í heimaæfingum. Nei, bara það leið og mættur í líkamsræktastöð, þú ert komin inn í Laugar, hvað ætlar að gera? Ætlar að fara, þú veist, það er ekkert annað að gera en að gera æfingar. Og þótt þú eigir svona semi-lélega æfingu, þá er það samt æfing, sko. Ég nefnilega veit ekki hvernig það er í öðrum, en ég er þetta dálítið mikið það að fara út úr húsi, þú veist bara eins og ég ætla að fara að vinna, ég vinn ekki heima hjá mér, ég verð að fara út úr húsi, sko, ef ég er að vinna í tölvunni, ef ég ætla að æfa, þá verð ég að fara út úr húsi, einhvern veginn. Mér finnst það líka gott, skilur, þó ég sé kannski einn heima yfir daginn og er með eitthvað handrit sem ég þarf að læra, þá finnst mér betra að fara á eitthvað kaffihúsi eða eitthvað og, út úr þessu umhverfi sem er heimilið manns. Það er bara til að ná fókus. Hvað, af þessum leikurinn sem þú ert búin að vinna með, hefur upplifað eitthvað svona óraunveruleika moment? Eins og þú sagðir á þú veist maður er kannski á móti einhverjum Óskarsverðlauna á að grínskrínið og það er þetta og þú veist. Já, það manni finnst svo fyndið að sjá þetta, að hitta Charlize Theron í lobbyinu og hótelinu og við erum bæði að vinna í sömu bíómynd og hún er þarna með börnin sín, hvað er hann að gefa þeim að borða og maður situr þarna bara að spjalla við hana og samt að maður bara, þetta er Charlize Theron. Hvað rugl er þetta? En svo er þetta, svo momentið sem yfirtekur svo bara því að hún er auðvitað bara, bara manneski eins og allar aðrir og þú veist, svo er maður að hitta, þetta eru nokkri sem maður hefur hitt sem eru svona stórir og Ian McKellen, maður er alltaf inn að vinna með honum en svo er hann bara sopnaður af því að hann er gamall kall, sko, og þarf að leggja sig á daginn og sefur einhvern veginn í sófanum við hliðina, maður langar svona breiða yfir hann. Hver er eftir stærstu hlutverkin hans? Gandalfur, auðvitað. Hann var náttúrulega í Lord of the Rings. Já, auðvitað. Það er náttúrulega algjörlega huge. Svo hitti ég líka Kate Blanchett úr sem leikur líka Lord of the Rings og mörgu öðru. Geggjuð leikona. Þar átti ég svo skemmtilegt moment að því að við vorum að leika í bíómynd sem heitir Where'd You Go Bernadette sem Richard Linklater leikstýrir og hún leikur augljóslega aðalhlutverkið og ég leik hann smá hlutverk sem skipstjóri, borðið í skipi sem hún kemur í og þetta er tekið upp, þetta á að gerast á Suðurskautslandinu en er tekið upp við strendur Grænlands og við förum við siglum, við erum í 5 dagum borðið í skipi, siglum upp fyrir bauginn, sko, þannig að við erum komin á Norðurpólinn og það er allir að koma frá Bandaríkjunum, nema ég er að koma frá Íslandi og hún er að koma frá Ástralíu, held ég. Þannig að einhvern veginn erum við bæði og það var ekki beint flug frá, ég hugsaði bara já, ég finnir að Reykjavíkurflugvöll og flýg til Grænlands. Nei, það var ekki beint flug þarna. Þannig ég þurfti að fljúga til Kaupmannahafnar, gista í heilan nótt og fljúga svo til Grænlands. Og þá var hún einmitt líka í þeirri flugvél. Og við vorum 2-1 mætt á undan öllum hinum, að allir frá Bandaríkjunum voru að koma seinna daginn. Og við erum sótt á flugvöllunum og keyrðu út í skipið og svo erum við bara mætt þarna og skipstjórinn tekur á móti mér og Kate og bara, heyrðu það, fólk kemur ekki fyrir eftir 4 tíma, vil ég ekki bara sjá skipið? Og það er við sem að tala ís, jakara, fljóta í kringum og sól og blíða og svo fáum við að borða 3-réttan hádegisverð saman í skipstjóra káetinni, ég og Kate. Það er svona moment þess að ég var bara, hvaða rugl er þetta? Og ég er að leika einhverja smárullu ég er í 2 litlum atriðum en ég er í 3-rétta máltíð með og við vorum bara að spjalla saman og hún var einmitt líka að tala þessa upplifun hennar af Lord of the Rings að þetta er hennar svona stærsta mest, þótt hún hefur gert fullt af öðru en þá þetta svo plássfrekt gigg í hennar lífi en hún sagði, ég var hann í 3 vikur that's it. 3 vikur? Já, þú pælir í því, ég er Galadriel hún er hann í einhverjum örfáum sinnum allt á sama stað þú veist, hún sagði, ég fór til Nýja-Sjálands frá Ástralíu, þetta er rosa stutt varði í 3 vikur og búið og svo er þetta bara 20 ára setna ennþá bara mesta dæmi sem að fólk vitnar í við mig, sko.
það fyndið þeim að vera tengdur við eitthvað svona hlutverk Já. sem jafnvel tók ekkert langan tíma. Nei, og meðan aðrir í Lord of the Rings voru þarna í 3 ár í tökum og bara eru með tattoo og bara bræðralagið og... Já. Hvernig heldur með bíó, að því við erum að tala um Lord of the Rings og svona, heldur að bíó er svolítið sérstakur staða núna eftir COVID, að er ekki verið að gera einhverja samninga núna með stóru myndirnar verði bara frumsýndar á HBO og sama tíma það er í bíó og... Já, einmitt. Þú veist hvort það sé búið að því stærsti bíómarkaðurinn hefur náttúrulega verið í Bandaríkjunum. Nú er Bandaríkjum bara ekkert búin að fara í bíó síðan í febrúar, mars. Nei. Hvort það sé búið að skilir það fólk svolítið til að bara vera heima á sér. Ég hugsi þetta degi aldrei alveg. Nei. Það er svolítið eins og fólk spáði dauða leikhúsins þegar kvikmyndahúsin eru til. Það er alltaf einhver hópur sem að vill þetta. Ég vil fara áfram í bíó. Kvikmyndahús, upplifun í kvikmyndahúsi. Það er ekkert allir með heimabíó sko. Þannig að það er alltaf einhver hópur sem mun vilja fyrir bíó. Ég held að verði áfram markaði fyrir það. Ég meina hvort það sé verðið minna. Já, mögulega, en það er kannski alltaf líka sko. Það er bara eins og tónlistriðinaðurinn. Þú selur minna af plötum, þetta er allt komið á streymi, þetta kannski breytist bara. En þessar sjónvarseríur ná náttúrulega líka einhvern veginn það ná að segja sögun allt öðruvísi en einn bíómynd. Já, og þetta er alveg veisla fyrir leikara að fá 10 klukkutíma sögu til að segja frekar en 1,5 tíma eða eitthvað sko. Hver er helsti munurinn þá? Bara fá að fara í meiri smáatriði? Já, þetta er bara lengri narratífa og praktískt séð þá það er minni tími sem fyrir að skjóta þetta. Í bíómyndunum þá það er óheyrilegur tími sem þeir gefa sér stundum að nóti, sérstaklega. Það er kannski ein sena í einn dag, jafnvel sko, ef þetta er flókin sena, þá er bara þessi vika er þessi sena. Þetta er rosalega langur tími og tíminn fer þá ekki í að leika senuna, heldur meira í einhver stönd eða einhver skot sem eru með einhverju þyrlu sem á að fljúa eða dróna eða eitthvað og þannig að íburðinu verður svo mikill og tíminn sem fer í hverja sekundu er svo mikill að meðan sjónvarpið, þó að þessi ennþá svolítið stór próduksjón, þá er samt bara, við erum að fara að taka upp þessi 3 atriði í dag og við verðum að gera það og ekkert kjafta því að þegar svo erum við að fara annað á morgun. Þannig að það er aðeins og það er... Neyðast leikstjórnir þá til þess að vera með minni smámunasemi það? Já, algjörlega. Og sérstaklega í sjónvarpsþáttum vegna þess að þar showrunnerinn hann er guðinn sko. Já, svo sem stýrir. Það kom inn leikstjórar sem leikstýr alltaf 2 þáttum í einu en þeir eru ekki showrunnerinn, hann overrætar allt sko. Hvað er að vera showrunner? Hann er bara eins og yfir leikstjóri, hann ræður allir seríunni en hann hefur ekki tíma til þess að vera á setti að leikstýra hver einustu atriði, þess vegna erum við með leikstjóra. Einmitt. Og að því að hann er, þegar við erum að taka upp þátt 4 og 5, þá er hann á kafi í eftirvinnslunni á fyrstu 3 og í handritunum á næstu 2 sko. Þannig að hann er svona í og með og hann ræður öllu en leikstjóran er auðvitað að setja sitt mark á þetta, þeir eru leikstjórar en showrunnerinn er God sko. Hvað eru uppáhald sjónvarseríurnar af því sem það hefur? Það er svo margt sko, ég er hræddur að ég sé bara voða mainstream hvað það varðar, ég meina, mér fannst ég er búin að vera að horfa á Ozark-seríurnar, mér finnst þær frábærar, ég horfði á Viking-seríurnar sem að Ragga Ragnars, ég er að bíða eftir síðustu 10 þáttunum, eftir að það droppi og hún er í risa hlutverki þar sko. Stóra hlutverki. Þannig að mér finnst það rosa gaman og ég veit alltaf hvað maður á að nefna, maður horfði á þetta Breaking Bad og maður er alltaf að horfa á eitthvað og það er svo mikið. Breaking Bad var náttúrulega einhvers konar bara ný snild í bara hvernig karaktersköpun og sem náttúrulega líka Game of Thrones, svona einhvern veginn hvernig þú flakkar góði gæinn verður alltaf í einu vondi gæinn og einhvern veginn þetta næri einhverju nýju svona næra fikt í heilanum á mann á einhvern nýjan hátt sko. Einmitt. Og það er endalaust til af góðu stöfi og svo getur maður að gefa einhverju séns og maður kláraði ekki að þegar maður fílaði ekki sko. Einmitt. Ég horfði á þætti sem að ég leik nú sjálfur í ég gafst upp á fyrsta þætti sko. Já, þetta er maður á ekki að segja frá þessu. Nei, ég var ekki fyrst í þáttir, ég gafst upp í það eru þættir sem heita Letter for the King held þetta séu 6 þættir, ég gafst upp í öðrum eða 3. Þetta er ég leik bara í fyrsta þættinum, ég var búin að sjá mig sko. Ok, og hvað bara langdreið það? Já, bara sagan var ekki alveg að ég náttúrulega las bara fyrsta þáttinn að því að mér kemur rauninni ekkert við hvað gerist eftir það, vegna þess að ég er bara í fyrsta þætti þannig að ég hugsaði bara, ég ætla bara að láta þetta koma mér óvart þegar þetta kemur út
og svo horfi ég á þess að þetta fyrsta þáttin, ok, svo annan þátt bara ok, pínu styrt, ok, svo í þriðja þætti þá lenda aðal karakterarnir í einhverju snjóflóði og sko, við erum að tala um snjóflóði, massíft niður allt fjallið og ég bara, ok, þeir eru dauðir það er bara, eða þá, það er eitthvað mega dæmi að fara í gang að leita að þeim og eitthvað sko nei, bara í byrjuninni á næsta þætti þá svona, sem er inn í skógi, það er allt út í snjó og einn karakter bara svona, puff með svona þunnt lag af snjó yfir sér vakna bara, og allir hinir líka bara, ok, þetta er búið Ekki gott fyrir mann sem þekki snjóflóð nei, bara glætan þetta bara gerist ekki svona og þess vegna oft ef að auðvitað hefur þetta ekkert endilega að gera með frásögnin eða handritis per se, en þú getur ekki sýnt mér eitthvað svona að þetta er bara kjaftaði þess vegna reynir maður að hafa hlutina trúverðuga svo fólk hrífist með það er þess vegna reynum að hafa hlutina believable sko, að þau erum að reyna að fá fólk með. Hvað finnst þér hafandi tekið þátt í svona stórum sjónvarpsseríum og svona það hvernig það er allt í einu komnar sjónvarpsseríur á Íslandi náttúrulega sérstaklega ófært, sem eru svona allt í einu á bara allt öðru leveli en annað sjónvarpsseríur. Mér hefur nú verið þakkað fyrir ófærð. Nú. Ég hef ekki komið nálægt í sko. Það var einhver í Suður Afríku sem að hann var að vinna, hann var í krúinu og hann sá bara íslensku leikari já, þetta er hann, þetta er gæinn sem að ég var að horfa á í Trapped og hann bara I loved your performance in Trapped, mate, thanks og ég bara, já Það er Ólafur Darri? Já, ég held ég var í Ólafur Darri það er alveg, það er skeggið og íslenskur og eitthvað og en já, það var ekki en stórkostlettið mitt að hvað Trapped hefur farið víða Segir þetta okkur ekki að við getum framleitt sjónvarpsefni að þú veist það er einhvern veginn við erum að brjóta þessa múra að þú veist að einu sem voru íslenski leikarar bara leika á Íslandi nú er það svolítið svona aðra brotna og síðan er næsta kannski að við getum fara að framleiða efni sem bara heimurinn hefur gaman að sjá Já, ég held við þurfum að fara að stofna með okkur eitthvað félag þetta er orðnir alveg þó nokkri sko Við erum með Heru Hilmars sem er í svaka verkefnum og Heiður Rít og Anita Brím og svo erum við með þetta Ingvar sem hefur alltaf verið svona með annan fótinn erlendis og Björn Hlynur og fullt eftir, við erum örgulega orðin Ólafur Darri, allir við séum ekki 10-15 manns Einmitt. Sem erum að vinna svona erlendis við ættum að vera með árshátíð og svona Það ekki? Hvernig er hierarkiðan í þessu svolítið kannski komið svona aðeins hijack þegar að því einu sinni voru þetta meira bara bíómyndir, nú er það náttúrulega sjónvarpsþáttaseríur, en hierarkían í, þú veist, eins og staður sem þú ert komin á, sem er kannski svolítið svipaður staður sem Ólafur Darri er á, það er svona komið ákveðið atvinnu öryggi. Já. Þú veist, hvað eru miklu peningar í þessu? Það er svona decent bara. Já, þetta er miklu meira en hérna heima því að þetta markaðarnir eru svo stórir og maður er með umboðsmenn og maður er með lögfræðing sem er að gera dílana fyrir mann sko og það er stundum geta díla, það þarf svolítið að sjá hvað er í boði hérna. Ef ég er að leika pínulítið hlutverk í bíómynd þá er ekkit rosalega mikið svigrum til þess að vera eitthvað harður í samningum. Nei. Þá bara svolítið tekur í því sem að býðist sem er samt ekki slæmt. Alltaf meirinn hérna heima sko. En svo stundum er verið að ráða mann í, þú veist, stórt hlutverk og jafnvel eitthvað svona, þeir vita kannski, svo er alltaf, umboðsmennir eru alltaf með eitthvað svona insiders, þekki einhvern hérna þennan og heyra bara hvað sér, eru þeir alveg ákveðnir í, já það kemur engin annað til greina en hann, þeir bara vilja hann, eða þá bara leikstjórinn var bara fáiði hann, ég nenni engu öðru, þá bara ok, þá fara þeir að vera harðir og já, geta samið alveg bara verulegar upphæðir fyrir mann. Sérstaklega náttúrulega það er að verða að festa menn í langan tíma kannski. Já, það er mitt þegar það er að taka aður önnur möguleg tækifæri. Já, það allt svoleiðis hækkar prísin sko. Já, viljið 6 ára option, þá bara kostar það. Og allt þetta, og já, peningarnir verða það miklir að maður getur þá leyft sér að vera rólegur inn á milli. Og og þurfi ekkert að vera harki einhver öðru og Hvernig er það samt að venja sig á það að kannski kemur góð innkoma í x marga mánuði og þá ámaður að hugsa, það dugar síðan fyrir öllum hinum mánuðunum, en er ekki mannlegt eðlitóldi þannig að þá viltu bara vera að þjána eitthvað líka í mánuðunum sem er ekki innkoma? Nei, ekkert endilega, ekki þegar maður á börn, Sölvi. Það þá metum maður tími er svo mikið commodity sko. En það sem maður gerir maður er alltaf algjör halvviti að þegar maður fer að eignast meiri peninga þá þarf maður að eyða meiri peningum og
þú veist, við byggum í íbúð svona hæð nóg pláss fyrir alla við hefum getað liðið þarna að eilífu búið þarna að eilífu en nei, nú erum við komin í einbýlishús sem þurfti að fara í framkvæmdir á Spenna búin já, þannig að þú veist og þá eru fasteignagjöldin hærri og allt í einu, þú veist, þarf að skipta parkett hérna og þú veist, þannig að því maður er með meiri peninga þá byrjar maður að eyða meiri peninga eins og hálfviti, en þú veist, jú, allt í lagi hérna, maður lifið það ég er að fara í framkvæmdir núna í janúar og febrúar sko. Já, ok, hvernig að fara út aftur? Í mars. Í mars, já. Þá viltu vera búin að fá Spútnik. Já, algjörlega. Spútnik í vinstri og hægri. Og vera búin að parkettleggja efri hæðina, sko. Við erum að fara að gera það, sko. Ok. Tónlistin, þið langaði þegar varst ungur að vera rockstjarna, ekki? Jú. Ertu að gulla í henni alltaf til hliðar, eða? Nei, ég meina, ég spila á gítar og píano, svona gulla á það, en ég er ekkert að, ég sem ekki neitt, ég samdi tónlist þegar ég var unglingur, tók þátt í músiktilraunum, 96 eða eitthvað svoleiðis. En já, það var alltaf, en sko draumurinn var held ég meira bara að performera. Og ég held að, sko, ég var ekkert mikið ljóðskáld eða tónskáld. Það var meira þetta að vera frontur einhvers staðar og vera performera. Og ég held að tónlistin væri vettvangurinn fyrir það sem ég fekk svo algjörlega útrás fyrir í leiklistinni. Þannig að það bara tók við af því í staðinn, sko. Þó að séu þetta gaman að spila á píano og gítar og syngja og svona. Ég geri það bara svona mér til dundurs. En var það þá, þú varst búin að plana að fara í tónlistunum, var það þegar síðan spontant á skuttlaði þeir yfir í leiklist, eða? Já, það gerist bara óvart af því að ég tók þátt í söngkeppni framhaldsskólann árið 2000 og söng þar Taumlaus transi sem er úr Rocky Horror og var í korsilettu einhverju svona, var svona theatrikal í því, sko, á þess að gera mig grein fyrir því endilega og það var maður sem hringdi í mig sem heitir Guðmundur Rúnar Kristjánsson sem var að setja upp leikrit með fullri reisn í Tjarnabíói þá sumarið. Fullri reisn? Full Monty? Já, og hann hefði gert það með FB um haustið og það gekk svo vel að þau ætlaði svona að gera það aftur en það þurfti nýtt kasta þegar leikararnir í FB voru bara farnir eitthvað annað og þannig að sett upp svona bara sumarsýning og það voru líka eitthvað atvinnufólk í þessu, Margrét Eyre var þarna og annað sem var orðin vel að stabilisera þá og hann færi mig til þess að koma í þetta og þarna fæ ég bara bakteríuna að leika og syngja á sviði og Gói, hann er í líka þessari sýningu og hann segist vera að fara í pröfur fyrir leiklistarskóla sem ég hef ekki hugmyndum að væri til einu sinni og ég þá bara ákvað að fara með honum og kemst inn í leiklistarskólan og er þar í 4 ár. Var það ekki alveg smá mál að komast inn, eða? Jú, ég meina, þú veist, ég náttúrulega komst inn í fyrstu tilraun þannig að, þú veist, það var ekki meira mál en það. Nei, það komast ekki allir inn. Nei, en ég meina, ég líka var ekkert að slá slöku við, ég meina ekkert frekar en þegar ég er að sinna einhverjum verkefnum, þá ger ég það eins vel og ég get. Þú verður að undirbúa þig fyrir þessa pröfu, þú verður að læra einhverja mónologa og... Hefur alltaf verið svoleiðis? Já, með undantekningum, en yfirleitt, já, ef mér er, ég mæti tímanlega og... Eins og í dag? Já, og það er, í mínum huga er það fullkomlega óásættanlegt og útilokað að vera ekki undirbúin. Þannig að ég legg mig alltaf fram í að delivera og vera undirbúin. En það er til undantekningar á því. Það er frá því ég var ungur. Ég man eftir 2 á ferlinum þar sem ég bara klikkaði. Eitt skipti var að þegar ég var áður ég fór í leiklist, þá hafði ég tekið að mér að leika, nú geti börn verið að hlusta. Byggðasafnið í Hafnarfirði fékk ákveðna gesti sem koma bara í desember þar sem þurfti að leika þessa góðkunnu gesti sem allir þekkja. Þeir eru nokkri bræður og það voru skipulaðar leikskóla heimsóknir 5 sinnum á dag, eitthvað svona hálftíma rúndur og á þessum rúndi kemur þessi gestur og ég tek þetta að mér í desember, þetta er alveg bara hef ég vinna í 3 vikur bara á mætir á morgnana, tekur þessar 5 gig daginn og ég held ég sé 19 ára eða eitthvað og einn daginn þá bara hringi ég minn veikan ég var bara þreyttur, ég var ekki veikur ég var óslega þreyttur en ég myndi aldrei gera þetta núna. Nei. Það eru barnahópar, ég man gæinn sem var í síman og hann bara, já, ég kemst ekki, ég bara veikur. Hvað meinar? Já, ég bara veikur. Og ég bara
ég bara brást þeim ég kom ekki þennan daginn og ég man að gæinn sem hafði gert þetta árið áður sem hérna Gunnar Björn kvikmyndaleikstjóri leikstjóri Astropíu hann hafði gert þetta árið áður og hann bara stökk til Hljóp í skarðið? Já, en þurfti að koma heim til mér að ná í búningin og ég man skömmina sem ég fann þegar ég opnaði hurðina og hann bara hæ og hann bara horfði á mig bara, ég að sækja búningin og ég bara, já hérna rétt honum búningin og lokaði og fann svo bara þetta hefði ég ekki átt að gera Nei. þú ert aumingi þú ert algjör aumingi Og lærið þér að þessu? Já, ég meina, ég held það, en svo setna man ég eftir því að ég einu sinni klikkaði að mæta á þegar ég var mikið að gera, ég var að leika Hellisbúan sem var einleikur, þar sem ég einn á sviðin, ég var líka að leika í Þjóðleikhúsinu og að gigga og svona og það var eitthvað gigg hjá Origo, nei ekki Origo Þórólfur Árnason var forstjórið þarna Já, hérna var það Advanja þeir voru með einhvern fundið eitthvað og ég átti að mæta með eitthvað korters uppistandi eða skemmtun og ég ekki kvíðasjúklingur ég hef örsjaldan lent í einhverju kvíðakasti en þá morguninn þá þyrmdi svoleiðis yfir mig bara, ég geti þetta ekki og það bara einhvern veginn þurrkaðist allt út úr haustum á mér bara, hvað á ég að gera ég fór að sjá fyrir mér, ég stend þarna hvað á ég að fara að segja og ég var einhvern veginn lítill í mér og var svona búin að skoða þess ég var bara að punta hjá mér, bara þetta ekki fyndið þetta ekki sniðugt, ég geti þetta og ég bara sendi einhver skilabóð bara, það kom eitthvað upp á ég bara laug, bara fjölskyldu vandamál bara ég kemst ekki og svo bara slökkti ég á símanum bara og já, bara mætti ekki en, þú veist þetta situr í mér og það ekki mörg svona tilfelli á mínum ferli vegna þess að ég í mínum huga þetta óhugsandi og það auðvitað undantekningarna sem kannski sanna regluna ef það þýðir eitthvað sko. Ég myndi samt frekar snúið sig við og segja að það segir mig hvað þú ert öflugur í að delivera að þú getur bara nefnt þessi 2 tilvik og það sé svona langt síðan sko. Já, kannski að ég held að mjög margir sko upplifið þetta bara reglulega sko einhvern veginn að höndla ekki einhverja hluti og bara ignora það á einhvern veginn sko Já, nei, ég reyni bara og þá reynir maður líka að managera sko að vera ekki að taka of mikið að sér að smyrja sig ekki of þund á brauðið sko Það svona gott náttúrulega að vera komin á þann stað að þú ert búin að gera þetta nógu oft og veist sko, að ég allavega lendi á mér ég fæ þessu rödd bara eitthvað þegar ég eitthvað illa stemdur eitthvað bara, shit, þetta verður nú bara glata viðtalið ömurlegu fyrirlesturinn, veit ég bara búin að gera það nógu oft til að vita að þetta mun nú hefnast sko. Og þá bara það sem færið til að kýla á það sko. Og það eins og þegar maður í leikhúsinu og annars staðar, þá hefur maður alltaf einhvern annan til að treysta á. Það þegar maður eins og sko erfiðasta sem ég hef gert á ferlinum til dæmis Hellisbúin að vera sóló en það sem að þú hjálpar þar að þetta leikrit þú ert búin að læra þetta orð fyrir orð þetta 2 tímar af efni og þetta alltaf sama leikritið sko þannig að það hjálpar manni en veislustjórnir og eitthvað svona skemmtanir þar ég alveg bara ég rosalega fegin að vera ekki að gera það lengur mér fannst þetta alltaf gaman, þetta gekk alltaf vel en dagarnir áður þegar maður að undirbúa maður bara, ég þarf að búa þetta til sjálfur Varst það veislustýra einn? Já, oft með einhverjum öðrum, stundum einn en þú veist, pressan við þurfum að búa til eitthvað prógram og það má ekkert vera eitthvað sem ég að stela, ég verða að búa eitthvað til ég verða að vera fyndin og svo kannski finnir maður eitthvað, maður búin að nota það nokkur sinnum bara, ég verða að finna eitthvað nýtt og ég man bara dagana sem að giggum kvöld, maður bara vaknar og bara, ok, þetta í kvöld allur dagurinn fer í þetta, fókusinn og svo maður kannski líka æfa leikrit og það þetta það sem svo þægilegt núna að eina sem ég fókusir á þættirnir sem ég að leiki og auglýsingarnar sem ég þarf að lesa fyrir Lexus og ég þarf ekki að skrifa þær að vera laus við þetta allt þetta cloud sko. Þetta svona multiple headspace þetta var svo erfitt sérstaklega þegar svo kemur svona season þegar þú inn í seasoninu veislustjórnirnar byrjaðar og þá þetta kannski pínu auðvelt og maður að keyra á sama prógraminu og helgi eftir helgi þá verður þetta pínu auðvelt og maður verður pínu svona ég kóngurinn sko, djúvill góður svo kemur sumar, haustið aftur og maður bara shit, bara hvað ég gera
hvað á ég að gera trekkja sig í gang. og maður situr fyrir framan autt blað og bara, ég er ömurlegur af hverju er ég að gera þetta svo bara, jú, að því ég verða það er góð peningur í þessu þú veist, ég bara verða að gera þetta en þess er svo gott núna að þurfi ekki að gera en svo eiga sumir auðvelt með þetta og bara æðislegt verið þá en ég er rosalega erfitt með þetta ég get alveg ímyndað mér að vera sko stand-up comedian hljóta að vera mitt bara það er örugglega ekkert verra heldur en að vera stand-up comedian og eiga gig þar sem salurinn er bara þetta er eitthvað off bara einmitt, og þetta gekk yfirleitt vel nema ég man eftir einu mómenti einu giggi sem er bara versta gig ever hjá mér þetta var svo slæmt Sölvi, við erum að tala að ég labbaði af sviðinu ég hætti bara í miðri setningu og labbaði út og eftir á higgja þá var þetta ekki mér að kenna en í mómentinu þá upplifum við ekki þannig ég er semst ráðinn til þess að koma með kortes skemmtun hjá félagi fasteignasala á Nordica og allt sem gat það eru ákveðnir hlutir sem þurfa að vera í lagi þegar þú ert að koma svona fram og þetta lærir maður líka svona on the way sko, hvað þarf að vera í lagi fyrsta lagi þarf hljóðkerfið að vera í lagi það klikkaði það var og það þarf að vera svið þú mátt ekki vera á sama leveli og allir salurinn þú verður að vera aðeins fyrir ofan þannig að fólk sjáu þig og það var smá svið lítið, en hljóðkerfið þetta var þetta fundarkerfi sem er bara í loftinu það heyrði enginn í mér sko. Þetta er svo lélegt kerfi og þetta er félag fasteignasala þetta er ekki vinnustæðar sem allir er að vinna saman það eru allir í samkeppni þetta er allt svona litlar fasteignasölu hér og þar og það eru allir að tjatta allir bara tala og ég náði ekki athyglinni og það er sumpart vegna þess að hljóðkerfið er lélegt og það var teppið að inni kerfisloft sem er svona rosalega gott fyrir hljómburð sem að dempa niður hljómburð og gardínur þannig að þegar ég reyndi að nota leikhúsröddina og bara góðan daginn þá bara barst það ekki neitt þannig að ég náði ekki athygli það voru kannski 200 manns þarna og það var enginn að hlusta mig heldur bara svona að tala já og ég bara shit bara ég á að byrja og ég með eitthvað grínum fasteignasölur og var búin að fletta upp eitthvað þeir sem stofnuðu Remax og var með eitthvað brandar þau og það er enginn að hlusta og hvað, gekkstu bara út? Já, ég byrjaði og þú veist, það er kannski 2-3 sem voru svona alveg fremst voru svona vorkendu mér og hlustuðu á mig svona hæ, flott ég þér og ég var með eina hækju sem var gítarinn ég tók alltaf einhver svona lögin á milli og ég bara, ok, ég tek henni eitthvað lag og maður getur ekki bara tekið eitthvað lag því ég er ekki tónlistamæður, það verður eitthvað svona grín í því þannig að maður var búin að búa til eitthvað svona lagaprógram sem var með einhverju gríni en góð hækja að syngja bara og spila og meðan er maður bara, hvað á ég að gera það er enginn að hlusta og bara, þetta er ekki fyndið þau er ekki með mér og eitt af því sem ég klikkaði líka og var að þú verður að láta kynna þinn þú mátt ekki sem performer ekki sem fyrirlestari heldur ekki kynna þig sjálfur einhver annar á að sjá að ná athyglinni og segja hver er að koma og þú verður að biðja viðkomandi manneski að hæpa þig ekki upp þau mega ekki segja hann er mættur hann er þvílíkur snillingur hann er svo fyndinn ekkert svona bara náðu athyglinni og kynntu mig á svið þannig ég klikka á því líka svo bara þegar einhverja 6 mínútur eru leiðinar að einhverju helvíti og ég lægiði búið og ég svona bara byrja einhverju næstu setningu og það er nú merkilegt með kaupsamninga að tók gítarnum sambandi og ég labbaði út og tók þá enginn eftir því heldur nei það voru allir að spjalla var enginn að hlusta á mig en svo fyndi hvernig maður tekur hluti inn á það því þannig er þú ekki að gera neitt ránt þannig hefði þú náttúrulega bara átt að labba út og segja bara hvers konar skýta grátar og hann Jói G leikari sem er líka með svona eiginlega svona einhver svona bókunarskrifstofu hann bókaði mig í þetta og ég hringdi hann og sagði hann bara Jói þú gerðir ekkert ránt ég er að fara að rukka þetta upp í topp einmitt og hann gerði það og ég fekk minn pening fyrir þetta og þannig að já, svona eftir að hyggja var ekki endilega mér að kenna en svo er líka hægt að ég hef séð mann líka ráða við þessar aðstæður ég horfði á Ara Eldjárn
tækla svona situation. Hvernig gerði það? Það var seinna, þá var þetta það var árshátíð einhvers banka, ég held að það var Íslandsbanki, ekki það að skipti máli, þetta er allt saman ruglið, different backdrop for the same bullshit, sko. Og og hvenær kemur það afhjúpunin á stóra bankasamræðinu eins og olíusamræðu? Já. Það er eitthvað, það er annað. En það var svona banka það er eitthvað svo mikið regluverk í kringum bankastarfsemi. Það var svona stór standandi árshátíð í Vodafone-höllinni, eða Hlíðarenda. Já. Akkur kallum við þetta Vodafone-höllina? Það heitir bara Hlíðarenda. Nei, það ekki? Jú. Já. Á ekki Vodafone að borga fyrir það að vera auglýst allstaðar fyrir að heita þetta er önnur Hlíðarendi, fyrir okkur er þetta bara Hlíðarendi. Já, þetta er Hlíðarendi. Ég heyrði Mikka Torfa, var það ekki hjá þér? Jú. Já, hann var að tala um þetta. Já. Af hverju þeir ætlaðu ekki að kalla eitthvað Coca-Cola tónleikandir. Nei. Bara glæta. Coca-Cola skal bara kaupa auglýsingu ef við að nefna þá. Já, þannig að þetta var árshátíð Hlíðarenda. Standandi árshátíð sem þýðir það að það er enginn að sitja og hlusta. Og þetta er risastórt, það er 800 manns, það er allir að spjalla og ég var að veislustýra og maður svona sleppur með það af því að þú ert eiginlega kynnir. Þannig að ef einhverju brandar því það virka ekki, þá bara kynnir næsta atriði og ég var svolítið dottinn í það, bara ok, þau eru ekki alveg með mér, ok, ég bara kynni dagskrána og það var nóg að gera í því, þetta var svo stórt. Þannig að maður bara synti því hlutverki. Svo er bara Ari Eldjárn mættur og ég hugsaði bara, elsku drengur, bara hvernig verður þetta? Munandi hvernig það var hjá mér. En hann er náttúrulega, þannig er hann yfirburða maður, sko. Og hann mætir á sviðið og ég man að ég meikaði þetta ekki þegar hann byrjaði, það hlustaði engi á hann. Það voru bara 800 manns að tala saman. Og hann byrjaði, það hló enginn og ég var bara, shit, og ég þurfti að fara, ég meikaði þetta ekki. Ég hugsaði bara, veistu það, ég ætla að fara í korter, svo ég þurfi ekki að engjast Ég fór út, korteri setna kem ég og allt í einu heyri ég bara hlátrasköll. Svona 400 manns að hlæja. Ennþá fólk að tala saman en svona helmingurinn var með honum og gengin í salin og bara wow, hann var með alla miðjun á salnum, það voru bara kantarnir sem voru ennþá eitthvað að spjalla með vesen en hann var með þetta, þau voru með honum og þetta var flott og það gekk ógeðslega vel. Þú veistu hvernig hann náði þeim? Ég spurði hann eftir bara hvað gerður? Og sagði hann frá minni reynsla, hann sagði já, þannig er hann svo reyndur í þessu. Hann sagði þegar ég lendi í þessu þá er ég bara rólegur og ég byrja bara, og ég treysti efninu mínu, hann er múin að leggja svo mikla vinn í það, en ég að mæti eitthvað korteskik, þú veist, jú, ég er búin að búa eitthvað til, en ég er ekki búin að liggja yfir þessu eins og hann. Og hann sagði, ég treysti bara efninu og ég tala bara við þá sem er að hlusta, sem eru kannski bara 2. Og hægt og rólega treysti ég því að bara fleiri komi með og ég leyfi því bara að gerast sem gerist. Og í þessu tilfelli kom hálfur salurinn með honum og mér fannst magnað að fylgjast með þessu og horfa upp á þetta. Þetta er skilsett, sko, af því að fyrsta tilfinningin manns er að bara fara inn í sig og bara með langa burt. Eins og ég lendi í þarna með fasteignarsala. Já. Ég heyrti mitt, af því ég hlusta svolítið mikið á Joe Rogan, ég hef heyrt hann vera að lýsa þessum svona uppákomum þegar hann hefur verið með stand-up sem hefur fokkast, sko. Já, hann lýsir því sem bara óþægilegustu tilfinningi í heimi, sko. Þú ert með heilan sal og það bara er ekki að virka, sko. Svo reynir eitthvað meira og það bara ennþá ekki að virka. Þá langar það bara að hverfa, sko. Það er svo margt sem maður getur lent í, það er eins og hellisbúin sem að er þægilega, þar er einmitt að þetta er leikrit og þú ert búin að þú veist hvað þú ert að fara að segja og veist hvernig þetta er byggt upp, veist alveg hvar stóru hlátrarnir er að koma. Ég lenti einhvern veginn í því að það var kona með skrítin hlátur í salnum. Þannig skrítin að það tóku allir eftir því. Og þetta eyðileggur alla kemistýrina sem er í gangi. Að það kom hlátur og þessi hlátur og allir fóru að hlæja því. Bara, ok. Og eftir nokkuð skipti þá þurfti ég svona að því það voru allir að hlæja þessum hlátri, þá þurfti ég að bekenna að þessi hlátur væri þarna og bara, ertu búinn? Eða eitthvað, þú ert að skemmta þig vel og eitthvað svona og þá hló fólk að því ég var að bekenna það en hún er bara að hlæja. Og það er, þú veist, það er 1,5 tíma eftir. Þetta er svo óþægilegt fyrir sérstaklega með einhverja svona athyglisbrest tilhneigingu. Já. Því þá fer maður sjálfur með alla athyglinga líka á þetta, sko. Já, og þetta var rosalega sérstök það var erfitt eiga við þessa sýningu að því að það var komið eitthvað auka element, það var ekki bara ég og áhorfendur, það voru ég og áhorfendur og hún. Og það var alveg ný dýnamík, sko, sem þurfti að díla við, sko. Sem var alveg líka pínu gaman en líka ógeðslega erfitt. Þurfum við ekki að vera góðir?
Ég veit það ekki. Við erum búin að vera klukkutíma og 40 eitthvað svoleiðis. Nú. Hann ennir enginn að hlusta á meira. Jú, já, þú veist fyrir. Hvað er þú erum að hlusta svolítið á þetta? Já. Ég spyr fólk oft í lokin, svona ég langar eiginlega að fara að svissa því þann, sko, því að maður... Þú spyrði ekki alltaf að þessi í lokin? Nei, stundum. Þú er búin að hlusta á nógu mikið til þess að vita að ég spyr ekki alltaf að þessi í lokin. Hvað myndir þú segja við ungan þig, eitthvað, myndir ráðleggja? Já, það kemur frá svona það er ákveðni menn sem gera þetta. Já. En það er meira kannski bara svona eitthvað að þú værir bara svona eftir allt þetta ferðalag, bara, þú veist, eitthvað sem er langar að segja við fólk. Já, nei. Já, bara þú veist. Nei, það er nefnilega ekkert sem mig langar að segja við fólk, það er að því ef mig langar að segja eitthvað við fólk, þá hef ég aðra, nei, nefnilega ekki. Mín leið til þess að tala við fólk er í gegnum, sögurnar sem ég segi í vinnunum minni, sko. Og það er þá gegnum einhverja metafórur og þemu og svoleiðis, sko. Akkurat. Þannig ég hef engar yfirlýsingar til fólk, sko, og ætti eiginlega, og ætti í rauninni ekki að vera einu svona í viðtali. Nú, akkur ekki? Já, menn að því að það er minn starfsvettvangur að vera í sjónvarpi og bíómyndum. Og þar, allt þess utan, það að vera ég persónulega einhvers staðar getur brenglað upplifun áhorfenda á því sem ég er að leiki. Einmitt. Ég hef einmitt svona þegar maður sjálfur kemst á þennan stað að það er bara nóg að gera á deginum hans og eitthvað svona, þá ég er alltaf að vera þakkláttur fyrir fólk yfir höfuð nenn að mæti viðtöl til mín, sko. Já. Því það er ekkert sjálf gefið, sko. Já, nei, svo þú talar við fullt af fólki sem hefur frá áhugaverðu hlutum að segja og fullt fram að færa og er gaman að hlusta og Þeir segja að þetta er orðið svo mikið, þú veist, þegar maður sjálfur var kannski eitthvað svona fyrst að fara í viðtöl, þá voru þetta svo fáir staðir, sko. Nú veit maður einhvern veginn, þú veist, bara podcastin er orðið svo mörg og þú veist, svona aðeins og þú ert örugglega beðin rosalega mörg viðtöl, sko. Já, það er svolítið, ég ákvað samt að, sko, ég fór í, ég segi, ég ætti helst ekki að vera að fara neinstaðar, svo hefði maður mættir í vinsælasta podcast landsins og ég fór líka til skoðanabræðra sem er í gær, en þetta eru þau 2 podcast sem að ég hlusta mest á. Ég segi bara, ok, ég fer til skoðanabræðra og ég fer til Sölva og that's it. Ég nenni ekki eitthvað annað, og líka alveg bara, hvað annað á ég að segja? Einmitt. Það er ekkert að fara að koma meira fram í einhverju öðru viðtali en þessum 2. Sagðirðu þú veist, nú er með fróðlegt fyrir mig, bara verandi að taka viðtöl. Var mikill munur á viðtölunum? Á þessu og skoðanabræðrum? Já, ég er líka alveg meðvitaður það, sko. Ok. Af því að ég vinn í leikhúsi og í narratífu og svona þá. Það eru örfá mómentar sem ég sagði svipað, en í það heila þá er þetta ekki samastöfið, sko. Það er nefnilega málið, það er líka áhugavert þegar ég er að fá fólk sem er að fara í viðtöl annars staðar, að sumum líður eins og bara ef ég fyrir eitt stórt viðtal, þá ger ég það ekki fyrir eftir hálft ár næst ég hef alltaf horft á þannig að maður, þú veist, maður getur farið í mörg viðtöl og maður er aldrei í sama viðtalinu, sko. Já, einmitt. En svo hann er svo mikið fyrirmynd í þessu, hann Ingvar hann ég man alltaf, sko, hann er einn af þeim fyrstu sem vinnur erlendi, svo ég bara gleymi ekki mómentinu í bíó þegar ég sé hann bjarga deginum í K19 og þarna er Ingvar og þar á undan Mari Ellingsen í Mighty Ducks þegar ég var úlingur, þetta er bara geðveikt að sjá þetta og ef þú hugsaður Ingvar bara hvenær last þú viðtal við hann síðast? Hann hefur örugglega farið í einhver viðtöl, hann er ekkert í því yfir höfuð. Ég hef búin að senda á hann, en ég veit ekki alveg, sko, hann er ekkert að fara að koma, ég get bara sagt þér það núna. Kannski letilegt, ég senda á hann á Instagram og Facebook. Er hann ekki að fara að koma? Hann er ekkert að fara að skoða það. Ekki? Og hann er aldrei að fara að koma til þín. Ekki, akkur ekki. Og hann bara, af því að hann bara gera það ekki. Herðu, nú fer að vera challenge fyrir mig að fá hann viðtöl. Ég meina, ef hann gera það frábært, en ef þú pælir í því, ég hef ekkert talað við hann þetta, en mér hefur ekki fundist hann vera mikið í viðtölum og glætan að hans ekki beðin það. Það er bara meira það að hann bara leifir vinnunni sinni bara að vera eitt íttasta dæmi þetta er náttúrulega Björk, sko. Björk þú veist bara, og hugsa bara ok, ef ég verið að taka viðtölu stóra Íslendinga þá hlýtur hún að vera bara einhvers staðar mjög nála því að vera efst á listanum. Ég man eftir einu þetta er svolítið flott, sko. Ég man eftir einu viðtali Björk. Veist, það var hjá Evu Maríu Sunnudagskastljósun einhvern tíðan fyrir svona 17 árum 15 árum. Það er eina stóra viðtali sem ég séð hann að fara í á Íslandi, sko. Einmitt. Og það er eitthvað svona, þannig er svona ákveðið íktasta dæmi kannski út í heimi held ég að sé Michael Jordan þegar að Last Dance, sko, sem tókst að nefna það en ég er ekki búin að nefna það í marga þætti núna, sko.
Og við töluðum apríl og við töluðum við svona myndust á að þú talaðir landsliðið. Hvað á ég eftir að tala af því sem ég að tala Já, við Ég er búin að segja að hafa farið til margra landa Systir í Frakklandi En við samt vorum meira að tala að þú hefðir talað það sko. En Last Dance hann bara, þú veist, við örgulega vinsælasta þáttaserja ársins á Netflix í heiminum. Þú ert alveg bara að lepja þetta upp. Ég horfði á þetta var fínt og allt það. Nei, ég var bara að tala Þú ert alveg bara Ég hef ekki talað þetta í svona róaði Það eru svona 30 þættir sem ég talaði þetta. En Jordan, gæinn sem var að gera þættina, hann var búinn að klippa alla þættina nema það voru hólur vegna svona enn eftir að fá viðtalið við Jordan. Það er verið að gera heila þáttaseríu sem er svona Bulls en hún er eiginlega Jordan. En hann er það stór að svo gefur hann gæjanum, ég sá viðtal við gæjan sem var að gera þetta, en ég held að hann hefur gefið honum 2 klukktíma. That's it bara. Og þú veist bara, að því ég fylgist með körfubolta í Bandaríkjunum, ég gef þú veist náttúrulega viðmælandi númer 1 hjá öllum, í öllum þáttum Jordan, hann er aldrei í viðtölum neins þar, fyrir ekki viðtöl. Og það er mystíkin við gæjan, hann er ekki samfélags. Ég er að klúðra því með að vera hérna Sölvi, takk. Sleppa þess að þetta í loft. Nei, nú getur þú bara látið, þú veist, nú komst þið mín, setjum til loftið og þá lætur þið 10 ára líða. Já, og skoðanabræður. Þeir eru flott, þeir eru frábært. Já, ræðisleir. Ég er alveg á þeim magni, sko. Mér er gaman að koma til þeirra, sko. Ég sló víst metið, þú varst í lengsta þættinum hjá þeim. Við slóum það í ger. Sorry. 2:30. Hvað slis? Við sláum það ekki hér 2 tímar. Það þarf ekki alltaf að slá með. Samt rosa gaman að fá þig heimsókn, sko. Takk fyrir að vera geggjað að fá þig heimsókn. Já, bara gaman að líka gaman að fá að skipta sæti og prófa nýtt sjónarhótt. Kannski verður þetta sæti mitt í þarna. Eða ekki, af því að hitt er munstrið. Þetta er uppbrotið. Þetta er hann eini þátturinn sem að Sölvi satt hinum megin. Og þá verður örugglega líka, þú veist, thumbnailin fyrir þáttina, þá verður ég öfugum megin, sko. Hvaða þáttu við það? Hann var að tala við leikara fíblið hana. Ingvar Nei, Jóhannes Haug. Jóhannes Haug, Ingvar nú er það orðið sérstakt markmið hjá mér að reyna að fá hann, sko. Ég hugsa oft, hvað myndi Ingvar gera? Hann er svo mikið íkon. Hann er það, sko. Geggjaður maður. Og oftar mætti ég fara eftir því sem ég hugsa. En en hann er... Síðan er það einmitt, við erum alltaf bara ólík. Sumir eru með hennar stíl að gefa ekki mikið kost á sig, en aðrir gefa mikið kost á sig. Hann líka lét ekki stoppa sig, sko. Ég man þegar hann var að leika í leiksýningu sem heitir Fjandmaður fólksins í Borgarleikhúsinu. Aðalhlutverk. Þá var verið að æfa það, held ég. Og hann fekk hlutverk úti. Og hann lét ekkert stoppa sig. Hann bara hætti í sýningunni. Þetta var eitthvað mega mál í Borgarleikhúsinu. Og hann fór út úr sýningunni í auðvitað samráði við þá. En bara það að hafa balls í það að segja, hér er ég með tækifæri sem ég er ekki að fara að sleppa. Ég er að fara að taka þetta skot, sko. Þannig að... Er hann svolítið svona fyrir unga leikara, er hann eitt stærsta íkonir á Íslandi? Já, algjörlega, ég myndi segja það. Þú veist, fyrir mitt leiti alltaf, ég er náttúrulega ekki ungur, ég er fertugur, sko. Nei, menn þegar þú varst að koma inn og þá var hann, Ingvar, bara að vera í öll þessi ár. Ingvar og Hilmir. Ég mynd. Basic. Hilmir myndi koma til minni, eða ekki? Jú, hún finnst erfið að segja nei. Já, meðvirkur. Kannski, þú voru bara að ræða það við hann. Mitt innsæði segir, þú færð Hilmi, þú færð ekki Ingvar. Þú færð aldrei Ingvar. Jú, ekki séns. Ég held að, I fancy my senses, sko. Ég held að, sko. Gangið vel. Fyrir Kára Stefánsson í fyrsta þátt, sko. Já, færð ekki Ingvar. Ég held að Kári hafi, þú veist, það eru örugglega öll podcast á Íslandi búin að reyna að fá Kára og hann kom bara hingað. Vel gert, sko. Þannig að nú erum við að fá Kára þar að koma aftur, sko. Já, ok. Því nú er ég orðin svolítið ósamálunum. Nú við ætlum að taka annan þátt þar sem við ætlum aðeins að rífast, sko. Ok, COVID. Já, aðeins. Ég er til í það. Það þarf aðeins að fara yfir þetta, sko. Já. Það er mjög gott að fá að heyra svona long form discussion við menn eins og Kára, sérstaklega í þessu ástandi sem við erum í, sko. Það er þjóðþrifa verk, sko. Já. Sem kannski að taka Spútnik var í beinni. Akkur ekki. Það var ekki ekki alveg. Þetta er dásalegt að fá það heimsón. Takk fyrir mig. Takk fyrir komuna. Þetta var gaman. Það er komið styrtaraðalegri þáttinn. Það er hjónina.
Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.